gaman að fá eins og. Já, takk fyrir það sömuleiðis. Gaman að koma. Ekki? Jú. Hatturinn, þú voru alltaf verið svolítið hattamæður. Jú, fyrsti hatturinn minn kom til sögunar á Ísafirði 1970. Þá var ég mjög ungur maður sem betur fer. Og þar var rockstjarna Íslands sem heitir Ingibjörg Guðmundsdóttir var stærsta stjarna þá, hún var söng með BG og Ingibjörg, komast það. Nei, maður ekki. Nei, út á ungur, en hún var svo stór að hún var þess tíma herra Hnetusmjör. Já, svoleiðis. Og við vorum náttúrulega nokkrir strákar aðdáendurinnar og hún aðeins eldri en allt í lagi með það, nema við ákveðum á djammuna að fara bara að banka upp á hjá henni. Okay. Og það verður til þess að hún tekur okkur fagnandi og röldi með okkur niður í bæ, sem var náttúrulega mikill heiður. En hún gaf mér í leiðinni hattinn hans pappa síns sem hann var reyndar hættur að nota. Það var fyrsti hatturinn minn. Okay. Og svo voru eftirmálin þau fyrir Ingibjörg að hún var virðulegur grunnskólakennari og fólki þótti þetta nú ekki að hæfa, hún var að sníklast með þessum sjóurum hérna. Þetta svolítið þetta er svona virðulegt að vera með hatt. Já, þetta verður svona, maður byrjar á þessu og svo heldur þetta áfram. Ég enda voða lítið verið með hatt undanfarin ár, þar að segja frá því ég hætti á DFF og svo svona, þá hef ég aðalega verið með þetta spari. Þetta er nú bara þér til heiðus og áhöröndum. Já, náði með þig. Það er alltaf gaman að hafa svona, þú ert þriðji aðilinn sem mætir með hatt í viðtal. Óli Stef, hann kom með svona galdrahatt. Já, ég sá það, hann er nú frendi minn. Já, og svo kom Sigga Kling, hún var með eitthvað svaka skraut. Já, þetta er bara plain. Ég á 10 hatta. Ok. Einn rauðan sem ég nota bara rétt fyrir jólin. Ok. Og svo einn svona lítinn svona spjátuningshatt frá Kormak og Skildi. Ok. Og svo nokkra svona í þessari típu í nokkrum litum. Hvað er spjátuningshattur? Ég bara svona, þú veit, þetta er nú meira svona cowboy, sko. Jú. Þetta er mikil börð og eitthvað hitt er svona nett og fínt, sko. Sumarhattur og sér þetta er svona eins og setur upp og ferði í tebóð eitthvað eða eitthvað svo liðs. En hann er mjög umdeildur. Ég hef prófað nokkuð sinnum og fólk skiptist alveg í 2 horn. Annarkvort er ég eins og bjáni með þetta eða þá að þetta er bara fínt hjá mér. Ég átt að vera með hatt hérna líka því maður getur ekkert klift sér núna. Já, og svo hef ég náttúrulega tekið hennar hattakultúr á fréttablaðinu forðum. Það var nefndar ekki mín hugmynd. Þegar ég kom þangað með hattinn, þá var haldinn hattadagur á fréttablaðinu, kom allir með hatta þann daginn. Og liðna helgi vorum við með hattadag gönguhópurinn minn sem er hjá Ferðafélagi Íslands, næsta skrefið. Þá var allir með hatt á Mosfelli, ég gaf bara tilskipun, það er hattadagur núna. Það kom alveg ríkarlega vel út og Ekki? Allir með hatta og það fór ekkert að milli mála hver var í þessum hópi. Við hvetjum fólk sem er að hlusta að horfa til að taka upp hattana eða með það inn í skáp. Já, það var náttúrulega bara draumurinn að það er bara hattadagur á Íslandi. en þetta er einhvern veginn þannig að maður byrjar á þessu og svo verður þetta bara einhvern veginn hlutamanni. Þetta var svona, hvað ég var að segja, trademark, vörumerki eitthvað. Já, og maður man alltaf eftir svolítið. Þegar ég var að byrja þarna ég byrjaði fyrir fréttamennskuna á Stöð 2004, þá mamma þú var svona maðurinn með hattinn, sko. Já. Eða eins og Tómas Þór íþróttafréttamaður sagði og félagi minn á DFF, skrattinn með hattinn. Hvað ég er nú búin að fá nokkra svona blaðamenn hingað sem hafa verið kannski svona í mitt. Það er svona, sumi blaðamenn það þarf hugur ekki til að fara í svona grafadóldi í drullunni og Jóhannes Káur var einna hjá mér, hann er nú einna þeim og Mikki Torfa. Þú hefur oft verið bara í gegnum tíðina svona þessi aðili sem, við skulum segja svona, þú hefur oft þorað að fara í mál og líka bara þínir undirmenn sem hafa kannski bara ekki verið vinsæl og það hafa oft verið erfið. Já, það bara er einhvern veginn. Ég byrjaði á þessu vestur á Flateyri því ég var fyrir tilviljun, þá var ég ráðinn fréttaritari á Flateyri fyrir DFF. Þá var ég stýrimár og togara í afliða, þetta var svona mjög mikill kontrastur. En þetta gerðist þannig að mamma var hún var fréttaritari og fór að taugum að því að það var komið viðkvæmt mál sem hún gat illa fjalla og það var lagt að mér að taka þetta.
og sem ég gerði, það var svona, byrjaði nú strax, Þorpi lék alltaf reglubundi á reiði skjálfi yfir þessu, því að mér fannst að ég var ekkert neitt sérstakur blaðafulltrúi Þorpsins, ég átti bara að segja fréttir. Ein fréttin er svo að kvenfélagi kveikir á jólatrénu, önnur frétt er svo að það er dagheimilið kerti barnaverndar á þess að því að það er ekki nema eitt klósettið eitthvað. Og það kom nú upp að því að þáverandi kona mín vann á barnaheimilinu og Jón Trausti sem þú þekki frá stundinni, hann var barn þarna. Og ég að koma að sækja hann, þá bara veltur þetta upp úr einhverjum að það sé búið að kæra dagheimilið til barnaverndar á þess að þetta var sko 4 dálkur í D.A.F. Það er svoleiðis. Og menn voru ekkert ánægðir með þetta. Ég átti að vera svona meira fréttaritari fyrir hreppsnefndin eða eitthvað svoleiðis. En ég einsetti mig strax að vera ekkert að fara neitt, bara gera þetta mér til gleði og segja bara þær fréttir sem voru. Einmitt. Stundum getur ekki sagt allt, það er bara eins og við þekkjum að það kom upp viðkvæm mál sem hún getur ekki fjallaðum, en gegnum sneitt bara frétt, nafn er nafn og ef þú ætlar að gera eitthvað gagn, þá segiru þessar fréttir sem eru sannar og ert ekki að taka þátt í einhverju þagnabandalagi svona í gegnum tíðin og þannig var það á Flateyri að þetta bara gerði sig. Ég fekk nú heila ekkert borga fyrir þetta, ég man sko að ég náttúrulega var á togara með sko Himinhól-laugin, svo var ég alltaf að fá einhverja ávísanir einu sinni í mánuði frá D.A.F. fyrir fréttinda sem voru nú, og ég safnaði þessu eitthvað í plastpoka, svo stifti þessu bara einu sinni ári. Já, það er svoleiðis. Þá fór maður bara á djammið og notaði peningana frá D.A.F. En svo gerist þetta svona smátt og smátt að þetta fer að toga meira og meira. Og það kemur upp sumarið 92 minni með að þá býðst mér að koma sem sumarmaður á D.A.F. Þeir voru ánægðir með hennar fréttaritara sinn vestur og fjörðum og vildi bara gefa mér svona tækifæri til að koma inn og prófa þetta. Ég sá nú ekki fyrir mér að ég geti farið úr tekjum sem voru, hvað ég að segja nú, 2 milljónir á mánuði kannski, og fara niður í 500.000. Einmitt. Þannig að ég skal koma sem fréttaritur og ég var bara á þeim díl eða þeim samningi að ég fekk bara borga fyrir hverja frétt og kem hann þetta sumar og ég man alltaf sko fyrsta uppslátti minn. Því það var náttúrulega markmið hjá mig það var að fá fossíðuna. Ég vildi fossíðuna, absolutt. Og það gerist nú þannig að hér voru norræni biskupar á fundi og ég sendur á þennan blaðamannafund með, það var Ólafur Skúlason biskup og hann voru einhverju fleiri og ég sendur á þennan blaðamannafund biskupa sem ég vissi ekkert til hvers það væri nú og þetta var eitthvað, ég skildi nú illa sko skandinavískuna sem ég töluð og bara svona eins og illa gerði hluti þangað til að ég heyr alltaf, þeir alltaf með eitthvað lífits úrt sem að var sko eitthvað svona sem kom aftur og aftur og ég spyr sko fjölmiðlafulltrúa kirkjuna sem var þetta líka, Adda Bára og ég spyr hann að byrja, hvað er þetta lífets úrt? Og þetta er alveg svakaleg samtök, þetta er trúarflokku sem að hefur þá, gerir út á þá trú að ef þú ert nú að heittrúar þá eignastu Cherokee eða þú ef þú ert nú að heittrúar og byrðu Guð nú að fallega þá bara eignastu iPhone 12 eða eitthvað. Og já, þetta er ekkert annað með þér. Þannig að ég króa biskupina af og eftir fundin að segja hvað sér hún að þetta er alveg ríkalegt með þetta lífets úr og þetta er að skjóta rótum í Íslandi. Fólk bara biður að fá eignast bíl og fer með bæninda sín og það kemur bara bíl, þvílíkt bíl. Já, þetta er alveg grafalvarlegur hlutur og ég svona held áfram að spyrja hann svona og hvað ætla ég að gera í þessu? Ætla ég bara að láta þetta viðgangast? Nei, við erum búin að senda sko 2 menn þjóðkirkjan út að kynna sér þetta og við ætlum að uppræta þetta hér. Uppsláttur var komin. Og næsta follow-up á uppslátti var Gunnar í Krossinum sem sagði biskupinn er bænarefni. Þetta var fyrsti uppslátturinn. Þú er snemma kunnað að gera þig mat úr hlutum. Þú lærir það, ég hef sagt það. Nú er ég að fara að stað með námskeið sem er nýjung og ég hef nú ekki sagt þér á því að Ferðafélag Íslands og ég og erum að búa til námskeið sem er sambland af blaðamennsku
og útivist og svona hvað segir maður, kreatífum skrifum, þar að segja einhvers konar fagfræði, þar að segja ég að kenna blaðamennsku. Róbert, sonur minn, er kenna ljósmyndun, Vigdís Grímsdóttir kennir fagfræðina. Og við ætlum að vera með þetta norður á Ströndum. Og ég sko læriði það þegar þú ert lítill fréttarittari í pínlitlu plássi og það er sko það er ekkert að frétta þarna í sjálfu sér. Nei. En ég var þannig að ég notaði mér þetta sem flótta frá sjómennskunni, þá fór ég bara að staða með myndaðelina og teipið og gekk bara í þorpinu og spurði spurninga og það kom alltaf eitthvað. Ég meina, það króaði sveitastjórnuna og maður hætti ekki tvirinn að koma eitthvað. Nei. Og þetta er besti skóli sem þú færð, það er að þú ert sko settur inn í svona fámennissamfélag, þú ert að vinna með bara það sem er þarna. Einmitt. Þetta, þú þarft að hafa þú þarft að hafa ákveði creativity til þess að ná að gera þig mat úr hlutum þegar það er ekki meira frétt en þetta. Já, og þetta snýst um það og heppni og auðvitað líka að finna momentin eða finna þessi augnablik en þetta var minn dýrmætasti skóli og þegar ég fer að hugsa tilbaka, ég er ekki menntaður í fjölmiðlafræðum, ekki nema bara sjálfmenntaður, þá sé ég að besti skóli mér var þarna, það sé ég bara fer út og ég finn eitthvað. Ég verða bara að grafa þetta upp einhvern veginn. Og svo þarf þetta náttúrulega að geta nýttir það sem þú færði upp í hendunar. Og ég man einn frábæran uppslátt sem ég átti sem fréttarittari, þá var það þannig að ég var þá stýrimaður togara og það er hringir í mig kunningi minn sem var stýrimaður á Björgólfi frá Dalvík og við erum að spjalla og hann segja ég er bara í helvítis vesin hérna. Ég veit ekki hvort ég næ fyrir hotn. Ég er bara rekjast undan ísnum hérna inn á Aðalvík. Ég sé, hvað segir maður? Kveiki á teipinu þetta og hvað er þið bara, er þetta svona? Já, þetta er bara, ég get ekki talað, ég verð bara að reyna að redda þessu einhvern veginn og ég bara fann upp í fjöru. Ég þetta skrifa frétt í snarhasti og hársbreyt frá því að lenda upp í fjöru og sko þegar konundan á Dalvík, Björgunur frá Dalvík, vaknuðu, þá var djefa að detta inn með uppsláttinn, bara Björgunur í miklum vandræðum við hotn. Sem að svo, þú veist kannski maður var svolítið fljótur á sér en þetta bjargaðist því að hann næri að snúa við inn á Aðalvík og þarf að fara suður fyrir allt land og norður með landinu til að komast heim. Hann semst verður að snúa frá Uðhorn. En þetta snýst um það að þú ert að tala um eitthvað, þú kveikir á einhverju, já þetta er frétt. Og ég alsæll fréttarittari með uppsláttin þann daginn. Hvernig mér svo áhugavert að fara inn í þessa tíma af því að núna erum við kannski á tímum þar sem að vandamálið er að reyna á athygli fólks af því það er svo rosalega mikið af upplýsingum og það er svo mikið af fjölmiðlum og vandamálið núna er kannski bara svona að skilja réttar upplýsingar frá röngum en þetta voru kannski tímar þar sem að var í þessu litla landi að þú gerir ykkur að frétta, þú tók allir eftir og þá var meira kannski verið að reyna að þagga niður hluti. Það er erfiðar að þagga niður hluti í nútímanum þegar það komið internet. Já, það er samt alltaf þöggun alltaf í gangi og þöggun er mjög áberandi. Það er að segja, það sem ég sé núna, ég náttúrulega fer út úr fjölmiðlunum tíma, ég kem svo aftur inn á mannlíf. Það sem ég sé að gerast að það er alls konar æfingar í gangi, menn er að taka út fréttir sem þeir hafa sett inn einu sinni eftir eitthvað tristing. Menn eru að fegra hlutina og við getum bara tekið nýlegt dæmi, bara í gær. Þá segjum við fréttina því að togari Júlíus Stjermundsson, hann er áhöfninni bara beitt ofbeldi. Það er að segja að sóttvarnalæknir er í tvígang búin að segja skipið komið í land og setja áhöfnina í tek. Þú veist, það voru 22 af 25 með COVID. Og menn sögðu þessa frétti einhvern veginn bara COVID bara Júlíus Stjermundssoni afgreitt. Útgerðin gefur einhverja yfirlýsingu sem er sakleysleg og að bara allir eru voða góði vinir og þeir eru bara með COVID og svo framvegis. Þegar við förum að stinga þetta, þá komst það að því að það er mikill þrælsótt borð. Menn eru hræddir að missa vinnuna sinna eða segja eitthvað. Þeir voru hundveikir af COVID frá 3. degi túr
og það smitast öll áhefnin. Það ekki farið með og þráttur að, sko, það það sem kemur upp hjá okkur að hann Trausti Hafsteinsson sem nú svona vinnur með mér hérna á mannlífi, blaðamaður, hann er að opna þetta með því að tala við sjúkdómalækni á Vestfjörðum sem segir þá að ég baði tvígang að skipi kemur land með áhöfna, sáraveika og þeir gerðu það ekki þeir heldu, þetta var svona eins og þrælahald þeir halda þeim á hafi úti Þannig að þú upplifir að sé ennþá svona verið að þakka hluti og ennþá einmitt þessi ótta því að það er líka kannski annað sem á Íslandi því þetta er lítið land að við erum oft smeyk við að segja hluti af því að einmitt bara atvinnutækifæri og annað í þeimdur sko. Mér finnst hótanir og ég svo sem hef sagt frá því áður að þegar ég sem sagt sagan enn og þannig að ég kem þetta sumar inn á Deva, ég næði að skúpa biskupnum og ykkur og þetta var rosalega gaman. Það var þannig að ég fann loksins, ég var einhvern veginn komin á mína hillu í lífinu, þetta var bara eitthvað og ef ég hefði átt peninga þá hefði verið til að borga fyrir að fá að vinna þetta. Ég skilji. En ég er með 5 manna fjölskyldu og ég bý í litlu þorpi. Ég á allt mitt þar, þannig að þegar ég er að kveðja Deva þetta sumar eftir mjög skemmtilegan tíma, þá sagði Sigurðsson sem var þá fréttastjóri og blaðamaður söng Maríulagið og var þjóðþekktur þá. Okay. Hann segir mig, veistu það Reynir, þú kom með bakteríuna. Þú kemur aftur í haust. Okay. Ég segi, það er bara eins og Bjarni Ben myndi orða það ómöguleiki. Ómöguleiki. Það er nema ég fer að nú, ég er rosalega þungt hugsi og ég kom nú ekki hausti, ég held áfram. Síðan ákveði það eftir tilboð frá Ellert Skram árið seinna og vill hann ekki komi aftur og ég hugsa málið vandlega og segi svo ég bara slætt til, það verður bara að hafa sin gang hvernig ég kemst af. Þá kem ég inn á Deva og ég kem með þá fortið að hafa verið stífstjórnarmaður og formaður í stéttafélagi stífstjóra. Rífandi kjaft út og söður, það er að segja stöðut og álíkt eitthvað og berja frá okkur. Það er sem sagt stífstjórnstýrimannafélagi Bylgjan á Vestfjörðum sem að ég kem með þá fortið og hafa tekist á við Kristján Ragnarsson sem að þú veist nú hver var, framkvæmdastjóri LÍU með alltaf með nefan á lofti, bara alltaf. Og ég kem inn á Deva og þetta var nú útgerðarmönnum mikil þyrnir í augum að þessi skrattakollur væri farin að skrifa. Og ég hafði, svo sem þó ég segi sjálfur að það hafði náttúrulega yfirbyrða þekking á sjávarútvegi. Nema Kristján reyndi að fá mig rekinn. Neita í 2 ár talaði hann ekki við Deva. En þeir sögðu alltaf sko ritstjórnir, þeir veittu menn alltaf þetta skjól sem er svo nöðsilegt. Ellert Skram var ritstjóri, hann hafi verið í barnaskóla með Kristjáni Ragnarsinni og Kristján sko einhverjum svona örvæntingafull augnabliki, við vorum bekkjafélagar mannst í skólanum hérna, getur ekki látið hennar mann fara. Ellert bara nei. Svo var þetta orðið þannig að þegar menn voru að hringja til að klaga þá var sko einn stórútgerðarmaður Vesturfjörður sem hringdi til að klaga mig og talaði við Jónas Haraldsson fréttastjóra sem sagði loksins þegar hann búin að hlusta á alla rulluna. Heyrðu, við líka bara tala með hann sjálfan. Og ég var fekk símtali frá þessum útgerðarmaður og við gerðum svona sátt það sko ég segi fréttirnar, jú, þær eru sagðar nú þegar, en nú skal ég segja frá aflarhróttunni sem að það er svo gaman hjá þér núna. Það var svo sáttins og var þannig að þetta villist út í mig aftur En þetta er líka það svona á bakvið tjöldin, að því þú náttúrulega hafandi verið ritstjóri yfir svona mörgum blöðum, eða oft kemur kannski aftur á sömu miðlana og svona, að þessi samskipti við eigendur. Því ég var að vinna í mörg ár sem fréttamaður og ég var aldrei komin í ritstjórnar hlutverkið. Þannig ég gerði mér ekkert grein fyrir samtalinu sem var að eiga sér stað þarna á milli og maður er næfur kannski, þegar maður er að vinna bara sem fréttamaður, þá þarf ekki fyrir en eftir að búa að reka mig og þú veist, þá fæ ég að heyra frá bara 3 fyrrverandi fréttastjórum að þeir hafa allir verið beðnir að reka mig.
Já, ég meina... Skilur, þá fyrir maður og við ræddum þetta er svona þunn lína, því auðvitað mega svo sem eigendur yfir fjölmiðlum hafa skoðanir, en þegar þeir eru farin að biðja að reka, af því það var aldrei neitt, sko, ég hef aldrei þurft að draga neina frétt tilbaka, það var aldrei neitt farið í málum út af rangri frétt, þá var svolítið svona að býta akkur á þá að reka mig. Þetta er aftur þessi ótti, óþægilegur, þú veldur óþægendum og þeir vita að það er ekki hægt að stjórna þér. Ég meina, ég á náttúrulega stæðsta, sko, ef menn fara að hugsa tilbaka hverjir hafi reknir og fyrir hvað og hvernig. Ég verðmiðin á mér er 10 milljónir. Bjössi Völdklass borgaði 10 milljónir fyrir hlutin í D.A. til að komast inn til að geta reikið mig. Hann náði að kaupa á sínum tíma eins og kannski mannst, hann náði að kaupa sig inn og þar með komust andósöflin í meirhluta og ég var... Þetta er þegar að og þú sagði frá því að þarna þú voruð eigendaskipti bara til að geta skiptu ritstjórn. Hann sagði það, hann sagðist bara hata hana mann, mig, sem er náttúrulega leiðilegt að því að nú þykir mér vænt Bjössa í Völdklass eins langt og það nær. En það á sér rætur í því að... Hafið þið eitthvað að spjalla saman eftir þetta gerðist? Já, við hittust í skötuveislu og það var svolítið svona, þetta var eins og í ævintýrunum þyrninu og það fraus allt þegar við mættust. En svo svona fjallistu lauslega í faðma og ég tók eina selvi á okkur. Og ég hef auðvitað ekkert, ég meina Bjössi er auðvitað þessi maður sem hann er og hvorum megin sem hann er nú svona við línuna, það veit ég ekkert en hann var á þessari skoðun, þá að segja frá sólskinnu, ekki að segja frá rigningunni. Og fréttin sem að trufla hann var að auðvitað mitt erfiðasta mál var Árna Jónsson máli á sín tíma. Við opnuðum það mál og sögðum frá Stuldinum. Já, og þú veist, það náðist að klóra það upp úr grjótinu. Nema eitt af hliðamálana þar var að Árni var formaður byggingarnefnda Þjóðleikhússins sem er svona valdastaða sem að þú ert að færa peninga til og gera eitthvað. Bjössi í Völdklass sem er nú Kitti á Flateyri, hann var leigjandi að Þjóðleikhúskjallaranum. Hann leigði og var með rekstur þar og var með veitingasölu. Og Árni hafði þetta tækifæri til að gera eitthvað þar, færa peninga þangað og gera eitthvað fyrir þann stað sem að gerðist og hann barðist fyrir því og fekk það í gegn í nefndinni sinni að það var settu peningur í einhverju endurbætur og það sem kemur upp á dúrnum er það að það hefur verið millifærðar á hann 600.000 krónur. Og Bjössi Kattgreif var dregin fyrir dóm kærður fyrir að múta þingmanni. En hann sagði, ég gerði ekki. Það var þetta var framkvæmdastjórinn hans sem hafði gert þetta og notaði reikning konu sinna til að millifæra á Árna. Sekur saklaus, hann er bara saklaus sektansi sönnu. En akkur er Árna Jónsson-málið erfiðasta mál sem að... Já, bara stórt mál og það var það var snúið, þetta var mikil vinna og þetta náðist upp og þetta endaði þetta með afsögnans og eins og þú þekkir og ég er nokkuð viss það ef að D.A.F. hefði ekki verið til staðar í þessu máli og þetta frelsi sem þó varðar en þetta er á þeim tíma þegar Jónas Kristjánsson er að rekjast út í horn og Óli Björn er tekið við svona dominandi. Alveg rétt. En sem betur fyrir þegar Óli Björn var á þessum tíma var Óli Björn í sumarfríi þegar þetta mál kemur upp og Sigmundur Ernir var hans næstráðandi og Jónas eitthvað þar á kantinu hvernig sem það var nú en þannig að þetta fór í gegn. En þetta er oft eitthvað sem að talandi bara blaðamenn, þetta er oft eitthvað sem að fólk þegar að til dæmis svona mál er að koma fyrst upp eins og bara ég var með Jóhannes Kári Birgismálið, svona mál Árna Jónsson-málið, svo kemur náttúrulega bara í ljósa maðurinn fætt dóm og það kemur í ljósa fréttaflutningurinn að þessu var ekki rangur en á meðan að það er kannski verið að segja fréttirnar í fyrsta skipti þá er jafnvel bara almenningsálitið á móti blaðamönnum og þetta er það sem kannski almenningu gerir svo ofta ekki grein fyrir hversu erfitt það er í svo litla landi að vera að segja einhverja svona fréttir þar sem þú færði einhver stóra öfl á móti þér sem jafnvel eiga miklu meiri peninga og allt þetta sko. Já, þú hefur séð þetta gera þú ert með menn sem hafa skúpað feitt og hafa gert mjög góða hluti Helgi Seljan, Jóhannes Kári
og fleiri sem að hafa svona verið í eldlínu, þegar það ráðist á þessa menn og þeir verða svona eins konar non grata þegar að skjólinni sleppir. Ef að segjum að Sjálfstæðisflokknum tækist nú að koma rúvalv undir sig og Helgir í rekin, hvert á hann að fara? Það er nefnilega málið. Hvað á hann að gera? Jóhannes Káir, hvert á hann að fara? Hvað á hann að gera? Því þakklæti fyrir það að rífa upp svona mál, það er öðrum þræði líka svona öðrum þræði er það til þess að þú menn vera hræddir við að taka í vinnu. Akkurat, af því að ég svona einhvern veginn hérna Jóhannes til dæmis bara hálfpartinn röklaðist út úr Kastljósinu. Þú veist, Kristinn Hrafnsson sem er annar frábær blaðamaður hefur nú verið rekinn frá fleiri en einum og fleiri en tveim og fleiri en þrem fjölmiðlum og það er alltaf þetta sama, það eru svolítið óþægilegir. Óþægilegir og einhvern veginn hérna, ég hef heyrt þetta um mig sko, hérna, en það hefur mér ekkert verið boðin vinna á fjölmiðlum í mörg ár sko. Það er eitthvað svona, Sölvi er eitthvað skrítinn, hann er eitthvað öðruvísi og hann svona lætur illa stjórn og eitthvað svona. Þetta er þannig, en þetta er það sem hún tekur eftir, að þakklæti er ekkert meira en þetta. Þú stendur í þessu skítmóstri, en fyrir mér er þetta þannig, mér fannst ég þurfa til þess að hafa fótfestu, að ég er bara að eignast fjölmiðlinn sjálfur helst. Og þetta er þannig að ég byrjaði sem fréttaritari á DF, ég enda sem sko tíma sem stæðst eigandi. En þetta ritstjóri, það er svolítið snúist að vera ritstjóri og eigandi, því að það er stutt í þig, eins og kom fram þegar Bjössi kallinn 1-10 milljónum í höfuleðri að mér. Þá kom hann að glufa fyrir hann. En hann var alltaf hreinskilinn með það, hann bara hataði mig. Þó að sé alveg upp í næsta húsi við mig. Einmitt. Og það er samt síðan kannski annað sem er á ákveðin hátt virðingavert, þegar fólk bara segir það finnst mér. Ég er að gera þetta svona út af þessu og ég ætla ekki að vera að fela það. Sko. Já, þess vegna faðmaði ég hann í skötuvislinni, ég gat alveg búið virðingu þessi. Það er öllu verra þegar menn er að stinga í bakið. Akkurat. Og það er auðvitað eitthvað svoleiðis hluti, en banabiti minn á DF á sínum tíma var auðvitað lekamálið og það að ég vildi ekki hrófla við Jóhanni Páli og þeim félögum. Sem voru að fjalla hérna Hönnubirnumálið. Já. Það fór í töðunar á svona stórum hluta af eigandavaldinu. Hvað kallar þú eigandavaldið? Eigandavaldið er þeir sem áttu þetta með mér. Sem að var Gísli Guðmundsson í BL og hans frontur var Þorsteinn Guðnason sá sem að var nú svona fekk sitt kortir af frægð þegar hann kom inn í DF með Sigga G með sér Sigurður G sett á sig hatt til að undirstrika höfulegrið svo sko en allt er þetta spurningum að bíða, sá kann allt sem bíða kann. Ég var auðvitað rekinn, þeir reyndu sko allt sem gátu, þeir fengu Eggert Skúlason til að gera eitthvað úttekt sem átt að sýna það að þetta veri gjörspillt ritstjórn. Blaðamennirnir var að ganga eitthvað erinda sem ég veit ekki hverju voru. Niðurstaðan hjá Eggert var svo, það vantaði samkynni. Gott og vel, hann er á því ritstjórnri og Sigurður G eignast þetta á endanum. Núna er Eggert Skúlason að vinna í einhverju blómabúð held ég og Sigurður G er búin að setja fyrirtæki þannig á hausinn að það er eftir í teikið 250 milljóna króna gjaldþrot. Hvað er fyrirtæki? DF. Ég meina þeir vildu eignast þetta. Bjössi komst ágætlega frá þessu, hann seldi svo aftur að því að þetta var svo umdeilt. En hvernig er sko að því að rekstur fjölmiðla á Íslandi er náttúrulega svolítið svona með ákveðnum undantenningum eitt stór taprekstur. Akkur eru menn að kaupa fjölmiðla? Er það af því að þið vilja völd? Já, örglega öðrum þræði. Bara áhugi færð að vera svolítið, þú ert svolítið í hringuðinni með fjölmiðlin, en þetta er alltaf spurningin sko, akkur kaupi ég fjölmiðl þar að því ég vinn við þetta. Mér finnst gaman að vera ritstjóri og þess vegna geri ég þetta. Myndirðu vera sammála Mikael Torfason orða þetta þannig að það hafi verið mjög góður tími fyrir blaðamennsku á Íslandi þegar það voru til eigendur sem sáu bara að þeir voru beinlínis bara í góðum rekstri og voru að græða á þessu, þannig að þeir voru ekki líki þessum rekstri og líki þessum að því þá er þetta allt orðið svona einhvern veginn það má ekki segja fréttir að þessu, það er að segja eigendurnir eru bara eigendur á fjölmiðlum. Jú, það getur alveg verið, sko, ef að þetta er þannig að menn er í business eins og með DF á sín tíma fyrir allstóð óháð, Jónas Kristjánsson keyrði það konsept inn
og hérna var heilli, það að segja, þú vissir að hann var í þessu heilinda, hann var auðvitað grjótharður, nagli, leiðilega grimmur og köflum fannst einhverjum, en hann var alltaf heiðarlegur, hann var alltaf blaðamennirnir vissu það að þeir áttu að skúppa, þeir áttu að segja fréttir, en þeir áttu að segja rétta fréttir. Og hérna, og þá var þetta alltaf leiti og grætti framan af fullt af peningum. Ég menn, það voru 60% þjóðarinn sem lásu Helgablað DF, það voru 40 eitthvað % þjóðarinn sem lásu daglögublöðin, við erum að tala um núna 5%, sem þetta bara partur af öllu þessu, allir þessari breytingu. Enda upplifum maður sem svo DF í dag síðan náttúrulega kannski fyrst og fremst netmiðl, þar að segja þeir gefa út Helgablað. Já. En þetta náttúrulega bara að fara að vera í raun og veru megnis við erum á umbreytingatíma, við vitum ekkert nákvæmlega hvað við verðum eftir 5 ár, allt þetta að fara á neti, ég meina þú sér þáttinn þinn, þú þarft ekkert einhverja risastóra sjónvarpstöðabækir eða þú þarft ekkert, en það bara nægir þér að vera þú með þínar upptökugræjur og fá fólk til að tala við. Og ég hef svolítið kannski sagt svona það og mér finnst fjölmiðlun nútímans vera að færast svolítið í það að þetta eru einstaklingar, það er að segja eins og til dæmis ég nefna aftur Jóhannes Káir af því hann er góðu vinur minn. Ég treysti Jóhannes Káir, það er alveg sama hvort hann er á RÚV eða Stöð 2 eða bara með eitthvað sjálfstætt. Hann er ég vil trúa því að það sem hann er ekki og þá er í raun og veru þú ert orðin þinn eigin fjölmiðl í nútímanum. Meira heldur en þetta sé að hann er undir þessum hatti Já, Facebook er til dæmis bara, það er fjölmiðl það sem að 20.000 er að segja fréttir. Algjörlega. Og þetta er gríðarleg umbreyting og það er það sem að hefur gest auðvitað, svo fer þetta í tap DF fer að fara í taprekstur út af reyndar fjárfestingum út á söður og allavega og hérna og þá fer þetta að vera háðið einhverjum sem að niðurgreiðir þetta, það kemur eitthvað til hjálpar eins og Jón Ástík kemur til hjálpar á sínum tíma með fréttablaði setur peningin í það, en ég held samt að Jón Ástík hafi verið heiðarlegur í því að hann hafi sé gróða möguleikana í því að gera fréttablaði stórt. Upplifður hann og getur þetta ekki dæma af einhverjum eigendum sem þér fannst vera góðir í því að þeir þoldu að það væri verið að segja óþægilega fréttir en? Já, ég hafði til dæmis, ég fór yfir á fréttablaði, rökklaðist af DF þegar Óli Björn var þar, þetta var bara ekki líftar. Út af því að þetta var einhvern veginn bara gekk út af það, sjálfstæðarflokkurinn það að fá sinn frið og maður var alltaf bara ritskoða sjálf hans, ég geti sett þess að frétt út. Til dæmis þegar ég skrifaði símamálið, litli landsímamaðurinn og allt þetta sem á kannski mannstettir, þar að segja Friðrik hótelstjóri núna á Ranga og hann var stjórnarformaður og tók til sín peninga svona, sem að auðvitað kannski mátt að stjórnin samþykkti, ráðgjafalaunum sem voru hímin á. Þegar ég skrifaði þetta þá var lék allt samfélagi á reiðistjálfi og Óli Björn var ritstjóri og þannig að ég ætla að eyða miklu púður í hann ágætis maður mörgu leiti nema að hann kemur og hann fyrsta sem hann segir eiginlega á fundinum, ritstjórnarfundinum þegar að við áttum bara umræðan allstaðar og segir hann já, þú gerir grein fyrir því að þetta er lögbrot. Ég sé lögbrot hvað? Já, þú ferð inn í bókhald Símansson, nærði gögn. Já, ég ger það, já. Þetta er lögbrot, sér. En gott, samt gott flýti sér að segja það. Svo segir hann þetta merkilega sem að ég skildi nú ekki alveg, hann segir þetta er nú búið að vera mikið áláður í þessu máli. Viltu ekki fá þig frí í nokkra daga bara, 3 daga á launum? Ég segi, viltu losna þeim í 3 daga? Já, ég bara hvílir þig. Og ég sagði, nei takk, ég vil ekki frí. En þetta sagði mér alveg á hvaða leið við vorum bara á einni leið, það var bara lóðbeint niður. Og þess vegna verður það að ég tek á endanum tilboði Gunnar Smára að fara á fréttablaði. Sem að var þá var maður þá komin í umhverfið það sem að þurfti ekki að vera skítræddur að vera að stíga von á yfirbúðara sína á hverjum degi. En það sem er svo áhugavert svo ég tala hans um Jón Ásgeir og allir sem ég tala í þessum þætti, ég bara taka það fram að þeim er boðið velkomin að koma í þáttinn og það er eðlislegt að fá Jón Ásgeir í þáttinn. En til dæmis þegar ég kemst að því eftir að ég er ekinn,
að fréttirnar sem að hann hafði samband við fréttastjóra til að reyna að reka mig, það var ekkert baug eða eitthvað viðskipti, það var að því að ég gerði fréttaði að hann hefði verið stoppaður að löggun í Þýskalandi í gömbólkappakstrinum fyrir ofraðan akstur, það er að segja, þetta er eitthvað svona persónlegt, sko, og það er oft ekki kannski, menn þóla kannski alveg að sé verið að skrifa eitthvað viðskiptin þeirra eða eitthvað svoleiðis, en síðan eða það er eitthvað svona sem snýrað persónunniðni, þá allt í hennu tekur það meira nærið þér, sko. Já, við náttúrulega stofnum á sínum tíma Ísafold, tímaritið. Já, ég mennti því. Og Jón Ásgeir fjármagnaði það og Hreinn Loftsson var náttúrulega aðalmaðurinn þar. Hreinn var þá, hafði verið stjórnarformaður Baugs og var. Og þarna byrjuði við að vinna sama, ég og Hreinn. Og ég sem ritstjóri hans sem útgefandi. Jón Ásgeir einhvers staðar. Ég var aldrei var við hann. Við fjöllum hann alveg eins og alla aðra. En Hreinn svona að mínum svona þegar ég lítum eitt sá heilbrigðasti sem að útgefandi sem hann hefur haft. Það er að segja að hann hafi sjálfur skrifað eina fyrstu blaðamannabókina það sem voru uppljóstrarnir, hét Valdatafl í Valhöll, fjallaði átök Gunnars og Geiss innan Sjálfstæðisflokksins. Og það bara aldrei neina blikur á samstarf okkar. Og það meira sér svo að einhvern tímann þá að Bjarni Benediktsson var hann alveg rosalega reiður út af umfjöllun DFF. Ingi Freyr hafi verið að skrifa eitthvað og hann ringir heim í Hreinn Loftsson sem gjörsamlega trompaðist og sagði bara þú skalt ekki voga þér að gera þetta aftur, minn kæri Bjarni. Já. Ringdi svo í mig og sagðist vilja bara fá frétt það að það hefði verið haft í hótunum við útgefanda DFF. Já, þetta er virðingavert. En að því úr farin að nefna Hreinn Loftsson og við vorum að tala Jón Ásgeir, þá náttúrulega kemur einhvern veginn svona gargand upp bolludagsmálið og það dót allt. Hvað gerðist þar, sko? Því nú ég náttúrulega búin að fá svolítið hinaliðin, ég skrifaði ævisögu Jóninu Ben, ég talaði við Jón Gerald og allt þetta og... Jón Gerhard, eins og hétt. Ég held að ég sé Jón Gerhard einmitt. Því ég alveg einn að fá að mönnum, sko, ég hef spurt Davíð Oddsson út í þetta mál, ég hef spurt Jón Ásgeir út í þetta mál og þannig að ég er alveg búin að fá, það gerðist eitthvað þarna, sko. Sko, þetta byrjar þannig að það var sögusveimur sem að menn hafa aldrei getað neitt fært rauk fyrir. Að Davíð Oddsson hafi fengið 300 milljónir. Hún hafi verið boðið 300 milljónir? Nei, hann hafi fengið þær. Það var sögusveimurinn. Ok. Í gegnum einhverja svona frá Decode, í gegnum eitthvað. Og þetta er alveg algjörlega ósanna mál, þannig að þetta var bara sögusveimur. Og svo gerist það á göngunum og Túngötu í aðstöðum Baugs að þá var Davíð með baug á heilanum og var byrjaði að skrattast í þeim, réttilega ranglega, ég veit ekkert það. Og Jón Ásgeir segir einhvern veginn svona við Hreinn, það er kannski eina leiðin að borga honum bara 300 milljónir. Og það að vísi í þessa sögu. Davíð er náttúrulega alveg ofboðslega klókur stjórnmálamaður. Hann tekur þetta moment, af því Hreinn hafði sagt þetta við hann á fundinum fræga í London, að Jón Ásgeir hefði nefnt þetta svona í gríni. Hálfkæringi. Það gangum við ljóta sögu Davíð og eitthvað svona. Hann grípur þetta bara og segir, já, það átt að bera á mig fé. En það var aldrei neitt annað en bara þetta. Þetta var náttúrulega alltaf bara orð gegn orði, sko. Jú, og sko það var aldrei neitt tilboð til Davíðs að hann fengi 300 milljónir frá Baugi. Getur þú verið viss um það? Já, ég tel mig vera 100% af því. Ok. Ég tel það, en ég svo sem veit ekkert annað en að eins og ég hef rækið þessa sögu, þá er þetta þannig að þess er hent fram, Davíð stígur fram, þú áttar að ég skrifaði fréttina stjórn Baugs, óttaðist afskipti forsetaraðar. Það gerði allt crazy. Það var allt vitlaust þann dag. Og Davíð stígur fram á bolludaginn fræga. Og ég man eftir að sagði, einn af hans samstarfsmönnum sagði, sko, ég vildi stoppa þetta af, að hann færi í þetta viðtal. Mér leið svolítið eins og ég væri krókaveiði bátur og það væri að koma olíuskip og flegi þær, þannig ég bara fór frá. En Mér langar rosalega mikið að fá bæði Jón Ásgeir og Davíð Oddsson í viðtalið, sko. Þegar þú fengir á saman, þá var þetta ekki að hafa... Það verður náttúrulega best. En sko, allir Davíð Oddsson á alveg sínar flottu hliðar og hefur átt, sko, en má segja, það sem ég myndi allavega að segja Davíð er að alveg óhóf öllu þá var hann leiðtogi. Já, leiðtogi, já. Að í stundum finnst mann eins og stjórnmálamenn svona
en svo skorti bara, þú veist, það ákveðin hluti af því að vera, sérstaklega kannski forsætisráðherra, stundum verður bara að vera leiðtogi og segja, heyrðu, ég geri þetta og fólk verður að hlýða mér og þetta verður bara að vera svona. Hann tók alveg af skarið og mér þótti svolítið vænt það að árið 2002 þá kom út bókinum Sonju og var metsölubók. Alveg rétt. Og var nú að koma reyndar var að koma út aftur núna sem hljóðbók og Davíð var hrifinn af þessari bók. Ég fekk skilaboð frá honum 2002 að hann hefði svo sannarlega viljað fá mig í vinnu í forsætisráðuneytinu ef ég væri ekki svona mikið ólíkindatól. Og ég var auðvitað hastan af það, ég hefði engan áhuga að vinna fyrir hann í ráðuneytinu en mér hafðist þetta að vera góð engun að ég væri ólíkindatól. Það það sko. Bara frábær engun. Út af því að einmitt aftur, ef maður horfir svona á þess að maður ætla eitthvað að fara að gagnrýna einstaka fjölmiðlamenn, en þá eins og þú veist ákveðni fjölmiðlamenn sem eru bara í háum stöðum í fjölmiðlunum, bara á öllum fjölmiðlum, líka RÚV, sem alveg absolutt tengdir við stjórnmálaflokka. En svo þessir aðilar sem við erum búin að nefna, Helgi Seljan, Jóhannes K.R., Kristinn Hrafnsson, ég ætla að flokka sjálfum með það líka. Það væri rosalega erfitt að segja í hvaða flokki þetta fólk er. Nei, vegna þess æmitt að verandi ólíkindatól, fólk veit ekki alveg hvað það hefur þig, sko. Já, það var gerð könnu hjá Blaðamannafélaginu, hvað menn. Það voru teknir nokkri ritstjórar út og spurt hvað í flokki þeir og það var það voru 10 sem ég fekk 10 stig, 10 atkvæði, 4 held að ég væri sjálfstæðismaður, 4 held að ég væri samfylkingamæður, 2 held að ég væri bara ekki neitt. Eitthvað, já. En ég hef aldrei verið í neinum öðrum flokki en sjálfstæðisflokknum. Varstu í sjálfstæðisflokknum? Já, ég var, afi var þar og pabbi var þar og þá þurfti ég að vera þar. Og sagði þau svo úr hún? Já, ég var rekinn, sko, þeir afskráðu mig úr flokknum eftir Árna Jónsson-málið, þá var ég strókaður út. Ég held að vera svo erfitt að fara úr þessum flokkum. Afskráðu þeir? Ég held að berjast til að fara inn aftur, því ég vildi hafa aðgang að einhverjum svona geta kíkt hann inn. Já. En þetta sjálfstæðisflokkun ekkert, hann með fallega stefnu, einstaklingsframtækið og allt þetta, frelsið. Jú. En hann hefur ekkert vilt í sér stefnu í mörg ár. Þetta fólk bara margt hvert á beit inn í ríkisstjórnum. Þeir keppast við það. Já, það til dæmis áhugavert núna að sjálfstæðisflokkurinn núna myndi maður halda einhvern veginn ef hann væri að horfa í grunngildin sín. Alveg óháð skoðun mann svo COVID, þá finnst manni rosalega lítið heyrast frá því að bara við erum flokkurinn sem viljum ekki að ferðamannaðinaðurinn fari til fjandans, við erum flokkurinn sem viljum ekki að smáfyrirtækin degi. Það einhvern veginn voða lítið, sko, þær raddirinn í flokknum sem maður veit alveg hverjir eru, þær bara halda sér til hlér, sko. Já, og flokkurinn bara einhvern veginn, hann náttúrulega á brauðfótum, 24% fylgi, flokkur sem var með 40% lengi. Það bara, hann bara á brauðfótum. En samt þetta, þegar þú segir á brauðfótum, samt þetta eini flokkurinn sem maður hefur einhvern veginn á tilfinningunum mun aldrei fara mikið neðan en þetta, sko. Mér þú trúði nú aldrei að hann færi niður fyrir 30% í fyrsta lagi. Hann komið í 24 eða hvað það Já. Og menn eru þegar svona, það farið að menn spyrja sig hvenær fer Bjarni, hver tekur við, Áslaug, kannski. Gætum við ekki líka verið að horfa á svolítið áhugaverða tíma í pólitík þegar maður sér bara, ég meina, hvernig Jón Gnarr var borgarstjóri Donald Trump verið forseti í Bandaríkjunum. Mér finnst rosalega margt að þessu sína, fólk bara komið með rosalega leið á atvinnum stjórnmálamönnum. Og sérstaklega þetta sem við tölum á hann, einhvern veginn, þetta að vera einhver úlfur í sauðagerði. Já, þú veist, við vorum að tala með Björns í Vorklass, hann má þó eiga það að hann sagði bara, ég að þessu út af þessu. Það er svona, kann ég að meta fólk eins og Brynjar Níelsson, þó ég sé rosalega oft ósamálunum, að því að hann gefur mér skýran valkost. Ég veit hvað ég hef hann. Sko. Já, þú veist hver hann er, hvað hann vill. Jú, þetta alveg rétt. Þetta sko, ef þú horfir á pólitík, hvað er sjálfstæðisflokkur? Er hann flokkur einstaklingsframtaks og frels? Nei, hann það ekki. Hann kerfisflokkur og hann bara einhvern veginn í því að grafa sig í systeminu. Fá að skipa sína dómara og gera þetta og gera hitt. Svo sérðu hinn kantinn sem vinstri grænir. Hvað vinstri grænir? Þeir vinstri og þeir grænir? Hvað Steingrímur? Er hann stóriðmaður eða ekki stóriðmaður? Einmitt. Var hann ekki á aðalmaðurinn með þetta kísilver hann á
Jú, og lykil algjörlega, og lykil fólk í flokknum með margbúið að segja fyrir síðustu kosningar allt annað en samstarf með sjálfstæðisflokknum og svo bara farið, þannig að það aftur þetta, maður veit ekkert hvað maður hefur þetta fólk. Nei, og sjáðu svo, sko, fiskgeldið sem nú stóriðja, nánast, og klárlega ekki umhverfisvænt, ekki minnst þetta sjóeldi. Það heipið. Þú veit með aðal talsmannin innan VFG, Lilja Rafni. Þú veit með flokk sem að segist vera vinstri, segist vera grænn, en bara grár og eitthvað stáð á miðjunni. Og svo það samfylkingin sem að svona mín teóría var svo sko þegar að samfylkingin fór einmitt frá því að vera, ég man ekki, 25-30% af flokkur niður í bara 7% eða eitthvað. Það var vegna þess að þeir voru að reyna að vera vinir allra. Þeir voru öryrki í jakkafötum. Þeir ætlaði að vera vinir bankamannan á sama tíma og þeir voru vinir litlamanns. Og það bara aftur. Ég veit bara ekkert hvað ég hefði, sko. Nei. En þeir svo hafa gerst þessi undur og stórmerki að samfélkingin er komið vinstra með vinstri grænir og konur upp að Framsókn. Einmitt. Og þú veist ekki til drjúgandi ráð. Ég stundi verið að hugsa þetta sko. Það er ágætt að fá djöflast aðeins í öðru. Ég er búin að djöflast svolítið í Framsóknarflokknum og ég fekk og að falleg skilaboð frá þingmanni Framsóknarflokksins þessum daginn sem sagði æðislegi þættirnir en er að pönkast aðeins minna á Framsóknarflokknum. Fínt að djöflast aðeins í hinu núna. En þá getum við líka að gefa Framsóknarflokknum kredit. Lilja til dæmis framtíðarpólitíkus að mínum mati, það náttúrulega fást við eitthvað vandamál eins og eitthvað jafnréttisbrot og svona sitt hvað. Og en flokkurinn hefur verið mjög áfram lýðheilsu. Já, ég held að formaður flokksins núna sé svona almennt óbúslega vel liðin maður til dæmis. Og þau hafa sko haldið á lofti að það sem stóra máli fyrir okkur sem þjóð, það ekkert endilega fjölga sjúkrarúmum og gera eitthvað svolítið, það er að kenna fólki að gera það sama og þú varst að gera það sama og ég var að gera, það er að segja standa upp og segja, heyrðu, nú ætla ég bara að gera þetta allt fyrir sjálfa mig. Byrja að taka ábyrgð á eigin heilsu. Já, nú ég að fara í vinnu fyrir sjálfa mig, ég ætla að fara að ganga á fjöll, ég ætla að gera þetta, ég ætla að gera hitt. Þetta risastóra málið í dag. Sammála. Þú ert með þjóð sem sko, hún að veða feit og feitustu bandaríkjamennin. Já. Og bara einmitt, heilbrigðiskerfið bara mikið og það góðra gjalda vert að tala að auka framlög til heilbrigðiskerfisins. Þá getum við ekkert endalaust bara hort framhjá því að bara ætlum við bara verða veikar og veikari og láta þetta kosta endalausan pening, sko. Já, og svo ertu sko talandi með mitt offitu og ég nú glimti þetta alltaf í gegnum tíðinu. Ég alltaf í meðurum. Núna til dæmis síðasta vika ég bara búin að borða kál. Nú, hvernig kál? Bara rósakál, allt bara hreint. Ég bara lifa á hreinu káli. Engu öðru? Nei, ég reynda síðan á mánudag og svo má ég borða fisk í kvöld. Ok, það er nú ákveðin tegund af föstu bara. Já, ég hef prófað föstuna. Það svo skrítið með föstuna að ég farið allt upp í 5 daga föstu. Bara vatn, kaffi, ekkert annað. Og ég léttist ekkert. Ég bara líka mig fyrir eitthvað motion, þannig að en núna hrynjaði mér sko grömmin. Á kálinu? Já, bara á kálinu að þú veist, ég er búin að létta mig 2-3 kíló í þessari viku. Ok, kálkúrin? Kálkúrin, en þú getur ekki til lengda, þú verður náttúrulega að fá prótein, þú verður að fá þessi efni sem að þurfa til að viðhalda þér. Já. En mér finnst það mjög sniðugt að það eins og brennslan svo mikil. Já, einmitt, og við heldur henni, sko. En ég hef sko ævilanga, ég er búin að létta með 500 kíló áttar að því. Já, akkurat. En það var rosa gaman að sjá þarna tímabilið þar sem þú bara tókst þig alveg í gegn og það var hvort komu undan mataræðið eða fjallgöngunar? Það kom bara samhliða. Þetta bara gerðist 1 áramót að ég er orðin 140 kíló og hættur reykja. Þetta byrjaði á því að hættur reykja. Þá byrjar að borða meira? Já, ég bætti á með 30 kílóum og eftir jarðaförina, því ég átti sko fullt af pípum og alls konar svona græjur, því ég soldi fyrir svona að koma mér upp græjum og ég átti flottustu pípunar í bænum og alls konar og við fórum ég og hún Harpa með all dóttir mín sem var þá barn, hún hefur verið úlingur, fórum út í garð og þar gróf í hól og ég jarðaði dóttir mitt og fórum með svona stutta hugveikju það hér með verið ég hættur að reykja en þá kom þetta, ég þyngdist og
og síðan ákveði það bara eina leiðin til að ná sko árangur með mig var að gefa út yfirlýsingu opinberlega. Já. Bara góður halsar þið sem hefði áhuga, ég ætla að fara á Mont Blanc. Það það sem ég gerði, stofnaði blogg, bara aftan við holdið og svo sagði ég ætla að fara á Kanadasnjúk eftir 1 ár og ég ætla á Mont Blanc í framhaldinu. Þannig að þetta svona gera sjálf á þig náttúrulega miklu meira ábyrgan að því þetta opinbert. Já, og svo að við sér liðið 3 ár þannig að ég komst á Mont Blanc en... Já, komst. Já, í 3. tilraun komst ég á Kanadasnjúk en það var endar út af veðri en ekki út af líkamsburðum og þetta gæfan mín, það var bara að hafa gert þetta, svo bloggaði ég í 2-3 ár. Sá einhvers að það tekið 1700 tindar síðan 2011? Já, ég búin að fara, nei það meira, síðan 2010 ég búin að fara á 2100 og eitthvað fjöll. Nú ég að reyna að regna, það eru hvað, 10... Held ég. Þannig að þú ert bara að fara á fjall annað hvern dag, síðustu 10 ár. Já, þú veist, ég náttúrulega, ef ég fór á Úlfarsvelli, ég gæti farið upp í 4 ferðir á tindin, sama daginn, þá það 4, alveg eins og Kanadasnjúkur 1. Já, einmitt. En hérna, ég náði sko að fara 350 fjallgöngur 1 árið. Á einu ári? Já, það þýðir bara einu svona dag. En það þýðir líka það að ég gæti verið að taka kannski Úlfarsvelli 2-falt, það átti ég frítaginn eftir. Jú, mér sama. Það þetta svolítið Forrest Gump í þessu, viðkennum það. En þú þarft að vera, og það þetta sem sko, sem ég held að hafi hjálpað mér, því að sko ég svo, verð svo manískur í svona, þar að segja, ef ég næja búið mig til markmið, þá fer ég þangað. Já. Einu sinni var draumurinn sá að verða skipstjóri bara, það var draumamarkmið og hérna, sem lítið drengur þá horfði maður á kallana sem fengu orðurnar á sjómannadaginn og hugsaði, ok, ég vil vera svona. Og svo hérna þegar maður náði því að vera skipstjóri togara, þá settist maður niður eftir fyrsta daginn og hugsaði, ég kongur bara, konungur hafsins. Og tók út 1 bjór og satt hérna í skipstjórasvítinu og hugsaði bara, það ekki til neitt stærra. Viku setna þá var nú svona að fara að sljáka í mann og þá hugsaði maður, ok, skipstjórinn og togari bara 1, sko. Það allir hálfræddi við hann. Þú ert ekki inn einum svona félagskap. Þannig að ég var eiginlega búin að fá nóg að þessu mjög fljótlega og mér fannst ég þurfa að fara í eitthvað annað og þá kom blaðamennskan og draumurinn að verða ritstjóri. Og ég geti þetta kannski hljómar eins og kropp, en ég rosalega ánæður þegar ég lítið öxl. Ég náði þessu markmiðum, skipstjóri og að vera ritstjóri og að vera sem að svo stæðsti draumurinn minn fyrst 2010, þá var það sem ég horfði mest á að fá einhvern tímann að gera, að vera að leiða hóp upp á fjall. Já. Ég veist að það toppurinn, sko. Að fá að leiða einhverja, jafnvel þó ég verði aftastur, að það sé einhvern annar sem leiðir, ég fæði að vera aftastur að passa að tíni stengin. Og ég man þegar ég var beðinn að koma í fyrsta sinn sem farastjóri og vera þá aftastur, það var bara toppurinn, sko. Þetta var stærra eldur en að vera skipstjóri og togara. En svo þetta lífið þannig að þegar þú ert komin hérna upp, þá hérna, þetta verður svona vani eða eitthvað. Jú, en samt, það eitthvað samt, ég veit ekki hvort það bara í hausnum á mér, með fjöll. Að til dæmis ef við berum þetta saman við bara annars konar líkansrækt. Ég tók núna til dæmis, ég reyna að vera alltaf duglegur að labba fjöll, en síðustu helgi var gott veður, ég fór út úr bænum og þá tók ég mig 3 daga í röð, sko. Byrjaði að labba byrjunin á 5 og aftur tilbaka, næsta dag tók ég allt svona 4 tíma göngur, kannski. Og þá finnst mér svo það einhvern veginn þetta labba upp og tind og það innbyggt í okkur að ég var að ná einhverju markmiði. Ekki bara ég fór í ræktinu og tók einhver lóð eða eitthvað, þetta aðeins öðruvísi, sko. Eða jú reyndar, auðvitað fólk að keppa í og að ná meiri þyngdum og þá fær það kannski sömu tilfinningu. En það einhvern veginn, ég ekki bara að hreyfa líkamann sem auðvitað frábært, heldur ég líka, ég að fara upp á hana topp. Og mér finnst einhvern veginn eins og það sýta aðeins, kannski best að lýsa því þannig að dagurinn eftir verður svona 10% betri. Já, bara og toppurinn dásamlegur. Og ég hugsaði þetta alltaf svona, ég verð helst að komast á toppinn. Og ég man eftir einhvern tíma þá var ég með 52 fjöllum ferðafélags Íslands, þá var ég félagið þar eða bara keypti mig inn í prógrami og hérna
og við erum að ganga á Suðurlandi, ég minnir að það hafi verið Löðmundur toppurinn, það svo viðkvæmur hæsti tindurinn að það má ekki fara þangað upp með hóp. Og ég eiginlega bara lagðist niður á hnén og spurði Pál Ástgeir, leiðtoga minn í þá daga, má ég ekki samt fara einn? Og hans einhvern veginn segir svona, ef þú ferð á skónum og mátt fara berfættur, og ég fór berfættur upp á þennan tind, og mér fannst þetta alveg brilljant. Sko bara stórkostli stund og vera berfættur líka beinni tengslu við náttúruna. Já, ég þekki það. Ég búin að fara berfættur upp á Helgafell og upp á Gleim og fleiri staðir. Ég vissi það. Þetta sko, þú þekki kikki að því. Já, það er aðeinslegt. En þetta sko að mínum að það besta sem ég gert til sjálf mig. Það var jarðarpípurnar, fara að ganga á fjöll, létta með svo það auðvitað eins og maður þyngist og léttist. Ég er náttúrulega aldrei farið í þessi 140 kíló. Nei, einmitt. Og það svo sem útiloka mál held ég að með þann lífstíl sem ég í dag. Og líka bara einmitt kílóin reitt, síðan líka bara vera hraustur og vera í góðu formi og geta hreyft sig og allt þetta, sko. Já, og þetta fyrir, sko, það kona sem að gekk með mér í nokkur ár í hópa, ég búin að vera með í 6 ára þessa hópa, fyrst að skrifa næst skrifi, og hún reyndar ekki á þessu tímabili, hún 77 ára, mætti hverja einustu göngu, alltaf. Fór með mér meira sér til Spánar, þar fórum við upp á Puig Campana sem 1500 metra hátt eða hvað það og ég einhvern tíðan spyr hana, tók viðtalið hana og ég segi við hana hvað svo duglega með þetta, ég bara skildi ekki þá sagði hann, veistu það, ég líti á þetta sem vinnu þetta vinnan mín fyrir líkamann og ef ég hætti þessu þá ég að vanrækja einmitt. Og hún hélt sér í formi og það það sem hún getur gert, þú getur verið þú getur verið að byggja vöðva fram að nýrætt þess vegna, það bara nógu grjótarður að halda þig við það að fara á fjöllin. Einmitt. En það líka engin vand að detta út úr rútinni. Það er mjög létt. Ég man alltaf þetta þegar ég var í ræktin í sporthúsinu og þá tók ég svona rispu og náði að tálka mig helling niður en ég var náttúrulega bara í ræktinni. Svo eitt sunnudaginn þá keyri ég og ég stoppaður á planu fyrir utan bara í stuði að fara inn og hjóla og djöflast. Svo ég sagði mér, heyrðu, Silfur eigi sér nú eftir, það gaman að horfa á það. Já, ég horfi bara það. Kom aldrei aftur. Já, það svoleiðis. Aldrei aftur. Já, það getur verið auðvelt að rjúfa rútínuna. Já, þess vegna hef ég sagt við fólki í hópnum hjá mér eða þetta fólk sem ég verið með þjálfa, rútína nummer 1, 2 og 3. Komið þó að sé rigning, komið þó að sé svona slark. Þið fáið velunin þegar sólinn kemur aftur og... Já. Svo það líka ofta þegar maður nærir þessu momentum og rútínu, þá einhvern veginn byrja veðrið að vera, man eftir svona mínu besta fjallgöngutímabil, það 2016-17, að þá var þetta orðið bara, rigning, það flott líka, sko. Vindur, það flott líka, þá ennþá betra þegar það búið, sko. Veður bara hugarástandi eins og eitthvað sagði. Það stundur svona. Þetta sko, og að því ég nefndi lýðheilsu, að framsókn meðvituð lýðheilsu, hann Tómas Guðbjartsson félagi minn, hjartalæknir og hann stjórnarmaður í ferðafélaginu. Hann hefur sagt að maður sem fer í alvarlegt hjartaáfall og þarf að fara í gegnum prósessin, mikla aðgerð og allt þetta, það 100 milljónir fyrir ríkið. Akkurat. Ef að þér testa að bjarga einu manni, þá ertu búin að spara ríkinu 100 milljónir. Akkurat. Og ég hef nú sagt með ferðafélagi, ég held að ferðafélagi sé með þessu því að það eru ótal hópar ferðafélags út allt. Ferðafélagi búið að bjarga fullt af mannslífum og fullt af peningum sem að hafa sparast vegna þess að fólk tekur snýr við lífstílnum. Einmitt. Og það maður haldið, þú veist þetta kannski svolítið viðkom umræða, maður haldið núna í þessu COVID-tímabili að flott, gott að blessa að bæta við tæki á Landspítalanum, setja meiri pening, en maður haldið að þetta veri akkurat tímabil til að fara í hinn endan líka og segja, við erum nú ekki öll að reyna að taka ábyrgð á eigin heilsu, pæla þess íbýtuð, akkur eru þú veist, það held ég aldrei selst meira á óhollustu og aldrei selst meira áfengi. Svona, ef þið eru að reyna að koma í veg fyrir að fá COVID, þá alveg mikilvægt að sofa mikið, það mikilvægt að hreyfa sig, reyna að borða hollt. En það einhvern veginn eins og þessi umræða, hún ekki nógu sexy, sko. Nei, og það líka annað sem við höfum bent á mannlíf, við höfum fjallað sjálfsvígin
þeim hefur fjölgað helming á milli ára, en þetta algjör tap og það bara höss, má ekki tala þetta. Og það einhver kenning það, ef þú talar þetta, þá vestni það. Sem sko, ég nú með BA-próf í sálfræði og pabbi minn doktorskráði í sálfræði og ég hef kynnt mér þetta mjög vel og ég held að þessi kenning sé bara byggð okkur í þvælu, sko. Nei, þetta er bara eins og með, þetta er eins og það svona kúltúr í litlum samfélögum að þakka niður af því að það vestnar að þú talar þetta. Akkurat. Staðan fyrir að horfa bara kalt á þetta er svona, við þurfum að grípa inn í þetta, við þurfum að hjálpa fólki til að hjálpa sjálfum sér og bara með útivistina, gönguna, það endar hinliðin að COVID að þú ert með úlfarsfelli orðið bara eins og umferðarmiðstöð. Akkurat, og það mjög jákvætt, það svo margir byrjaðir að taka upp útivist, sko. Já, en ef þú texta, sko, þú getur bjarga lífi manns með að fá hann til að taka þátt í útivist, því að þetta virkar mjög vel varðandi þunglindi, ADHD, allt þetta ströggl sem þetta glíma við, það hverfur þegar þú gengur á fjallið. Þú kemur niður aftur og það kemur aftur, en þú getur haldið þessi niðri með því að fara á fjall og með því að hreyfa þig. 100% sko. Þannig að ég myndi segja að það þetta sem við erum að horfa á næstu árin, það að bjarga mannslíf, bjarga fólki frá sjálfi sér. Og við erum... Já, bara frábæð punktur. Vegna þess að eins og ég byrjaði nú í bókinni minna og tala að þú getur tekið allir þessar hluti eins og hryðjuverk, glæpi, stríð, hvað þetta heitir allt. Það sko svo margfalt fleira deyjur, sykursýki, hjartaáföllum og öllu þessu. Þannig að það stærsti faraldur samtímans. Það eru lífstílsjúkdómar. 100% sko. Og þetta það sem ég held að sko, sá sem að þeir pólitíkusar sem átta sig á þessu, þeir muni gera gagn og ég veit ekkert hvernig á að gera þetta með einhvers konar umbun, hreyfi miðum eða hvað það en við verðum að gera þetta vegna þess að við líka, eins og ég nefndi á þann að þjóðin orðin svo feit og svo segir, sko, svo ef maður segir þetta, já, ertu með fytu fordóma? Já, einmitt. Nei, ég er bara með fordóma gagnvart því að hér er eitthvað að drepa sig á fytu. Akkurat. Og ég allt í lagi, einmitt, ef að fólk er komið í offitu, auðvitað því að þykja vænt sjálft sig og auðvitað að vera taka sig í sátt, en það þýðir ekki að þú getur lokað augunum fyrir því að það er fylgni á milli offitu og alls konar stórhættulegra sjúkdóma, sko. Hvaðlega, það er bara allir pakkin. Ég hef svona verið að giska á það að ef ég hef ekki snúið í blaðinu fyrir 10 árum, þá veit ég ekkert hvað hefði orðið. Ég var sko ég var reykingamæður, með hætti þá að krabbameini og auðvitað alltaf hætti á krabbameini, það er ekki það. Og ég var offitusjúklingu með hætti á því að fá hjartaáfall af því og svo var ég vestadjópi á Íslandi sem ritstjóri DIFA sem kallar stress. Þannig að það voru 3 ár, það var alveg 3 öskrandi faktorar sem sögðu mig, þú ert ekkert að fara að lifa mjög lengi, minn kæri. En þá gerir maður þetta, maður horfir á þessa 3 faktora, tekur burtu reykingarnar, tekur burtu fytuna, svona eins langt og maður kemst með það, og lætur reka sig að DIFA. Góður. Þannig að, en ég held að þetta sé þannig, og mér hefur ekki liðið eins vel í mjög mörg ár. Mér langaði að taka, sko, að því vorum að tala um sjálfsvígun og þetta með að þakka, aðeins svona eðli fjölmiðla, því svona, ekki það, ég er ekki búin að vera í þessari svona mestu leðju blaðamennsku, en samt lendir maður reglulíði leðum að færa eitthvað sem er óþægilegur í viðtal, þá svona eitthvað fólk sem hvað er þetta að gefa þessum plattform og hvurslags eiginlega er þetta? Ég horf á hlutverk fjölmiðla þannig að ef það segjum sem svo að það væri núna bara 7% íslensku þjóðinni sem væri bara gargandi rasistar, þá er flott að vita af því, sko. Það er ekki hlutverk fjölmiðla, nei, þetta er ljótt, bara, og það verða til fleiri rasistar að þið segja frá þessu. Já, við gerðum með mitt tilraun á DIFA og þá var ég blaðamaður, Páll Ástgeir var yfirmaður, hann var umsjónarmaður Helgaflassins og það var sett á forsíðuna Hvíta Ísland. Þetta voru einhverjir náungar sem ráku svona, voru með rasistahóp. Þetta var eins og með sjálfsíð, það má ekki tala um þetta á Vestfirði. Og blaðið var svolítið dæmt fyrir að hafa gert þetta. En þú verður til þess að geta upprætt vandan, þá verður að þekkja hann. Akkurat. Ef þú ætlar að grenna þá verður að vita að þú ert feitur og þú verður bara að skoða þetta allt. Hvað segir viktinn? Hvað er þetta? Og nú, rasismi, þú verður bara að þekkja þetta. Þú verður að sjá inn í skúmaskotin. Það er bara svoleiðis.
að því annars hættan svo að þú veist, þetta sé svona falið, svo allt í einu kom einhverja kjöraðstæður í samfélaginu til þess að þetta blossu upp og þá var bara, þetta var miklu meira vandamál en við heldum en það var bara enginn búin að vera fjall það, sko. Já. Og þetta svona partur af öllu þessu að heiðarlegu fjölmiðl, hann náttúrulega bara þarna. Og þú verður fyrir aðkasti þegar þú tekur á viðkvæmum málum. Og þú verður bara þolað, þú verður bara standa í lappirnar. En síðan ef við förum í aðeins stærri mynd sem að því að við töluðum áðan þú veist að tala með eins og með Óla Björn þegar hann að segja, sko, þú veist, þetta lögbrot að stærsta dæmið slíkt kannski í samtímanum Wikileaks. Það sem að, sko, mennirnir sem í raun og veru eru bara ættu að vera lýðhetjur, þeir eru bara þakka fyrir að vera ekki konur í rafmagnsstólinn, sko. Sem einhvern veginn svona að því þeir brutu einhver lög, en þeir voru að segja frá algjörum viðbjóði og þá mitt hugsa maður, hvar erum við stödd þegar að við verðlaunum ekki menn sem segja frá svona hlutum, sko. Já, og sko, ég held að biskup Íslands hafi eitthvað komið inn á þetta, það megi ekki ná í gögn, þó það flett ofan af spillingu eða einhverju, það megi ekki ná í það ólöglega. Hvaða hugsun þetta eiginlega? Ég meina, fyrir mér þetta bara þannig að þú átt bara að ná í það allt sem getur til að halda niður í spillingu. Upprættir hann aldrei, það eru bara draumar. Já, ég meina, en ef það eru almannahagsmunir og þarna náttúrulega bara svona stærst, þetta bara bandarískir hermenn að plaffa niður saklaust fólk og þá mjög gott að vita því, sko. Já, og það bara, já. Að því svo eru komnir, sko, í stærstu miðla samtímans, stærstu fjölmiðla samtímans eru náttúrulega kannski Facebook, Instagram, YouTube, Google. Þar eru konir ritskoðuna tilburðir og ég var að lendi, mér skaman að tala með því, ég var að lendi bara núna að ég var að setja þátt í vikunni með Ágústu Jónsson, þar sem við vorum að ræða COVID. Já. Og við vorum ekkert eitthvað að gagnrýna en við vorum bara að tala með líkamsrættastöðunar, akkur í sundlaug, voru þær opnar en ekki líkamsrættastöður. Það stelpa sem að deilir þessum þætti á Instagraminu sínu og svo sendur hún mér, heyrðu, þetta það sem gerist þér í deilis og þá kom en linkur inn á Instagramið sem Instagram setur inn, heyrðu, af því það verið að tala þetta COVID-related þáttur, þá þurfum við að setja réttar upplýsingar. Já. Þá sem maður, heyrðu, býtu, og þetta að byrja að gerast, að Facebook og þessi stóru miðlar eru byrjað að bara fela ákveðna hlutir fá ekki að koma á yfirborðu og þannig maður svona einhvern veginn að því þetta eru fjölmiðlar sem eru, sko, með gífurleg völd. Já. Gríðarlega. Þannig að maður var að hugsa hvar þessi þróun gæti endað, sko, þegar að ég hef lent í því að eitthvað hefði verið stoppað af Facebook af því að ég notaði ósæmilegt orðalag og þá ekkert verið að pæli í hvaða samhengi var orðalagið. Nei. Já, ég hef mitt séð þetta þegar við erum að deila að mannlífið hægjum fyrir að það bara stoppað og maður veit ekki deila akkur. Nei, og svo ætlar að reyna að tala eitthvað við Facebook og þá ertu bara að tala við róbóta, sko. Þú bara kemst hvort ég lönd bara síðast í gær og þá var ég að deila fréttinum mitt sem ég nefndi fyrst með Júlíus Stjerminsson. Þeir vildi ekki taka við auglýsingapeningunum fyrir það. Það er örglúta að þetta er eitthvað COVID-tengt, sko. Það er COVID. Það er COVID, sko. Já. Ég segi, það er jafnvel möguleika núna því við erum að tala saman. Svo setjum við þáttinn í loftið og algoritmanir pikka upp orðið COVID. Já. Og þá ferði ég ákveðna kategóri og svo ef þetta gerist x oft þá fara þeir að flagga þig, sko. Þetta finnst mér vera stór hættilegt þróun, sko. Þetta er mjög hættilegt en svo þetta að menn er að líka berjast við einhverja fake news og allt það, sko, þannig að en þá kemur aftur þessi spurning hverjir eiga ákveða hvað er fake news, er það stjórnendur Facebook sem eiga ákveða það? Akkurat. Skilurðu, verðum við ekki frekar bara treysta því ef við ölum upp fólk sem er gott í að velja réttar upplýsingar? Jú, þú verður að vera með heilbrigða fjölmiðla, þetta snýst það. Já, því þegar þú ert komið með interneti þá held ég að þú getur ekki lengur reynd að stoppa ákveðnar upplýsingar. Maður vil bara frekar að fólk horfi á og segja, já, þessi heldur að jörðin sé flott, skilurðu, það þýðir ekki að ég held að jörðin sé flott, sko. Nei, þetta er eins og þú hlustar á Trump. Þú veist bara að það er minnst að marka þetta, sko. Ég meina bara alls konar hlutir, sko, sem eru, þú veist, í nútímanum, það er alveg orðið smá kunst að velja réttar og rangar upplýsingar, sko. Já, það er alveg hár rétt. En þetta er nú það sem að, sko, maður hefur unni við allir sig á það hliðvarslan, átt að sjá því hvað er rétt, hvað er rangt. Hvað á að fara út, hvað á ekki að fara út. Og þú verður þá að hafa vit og þroska til að fara út með það sem að almenningi kemur við. Stundum verður bara að halda aftur af því það hefur ekkert þá þýðingu að það er að fara fyrir almenni sjónir. Hvað með þess að þunnu línu að þú segjum svo að þessi verið að gera fréttir og fréttin er sönn
en uppslátturinn kannski aðeins villandi, þannig að það ekki hægt að blaðamaðurinn getur sagt, ég sagði ekki rangt. Hvar liggur sú lína þínum að því? Það að segja því nú finnum maður að margir kvartund á því sérstaklega í nútímanum, fjölmiðlar að reyna að lifa af, þá þarf að vera með fyrirsagnir sem fólk vilja klippa. Já, það vera með sölu vænlega fyrirsagnir. Já, það ómulegt að segja, það bara það ávegum hvert og eitt tilvík. En svo líka eins og hitt með sem ég hef oft tekið sem dæmi, það fréttin sem að feldi Mikael á DF. Ég var þá komin á mannlíf og horfði bara á þetta í fjarlægð, en það sem að þá var þetta sólít frétt mann sem hafi verið upplýsaði að vera barnaníðingur. Algjörlega sólít. En svo kemur uppslátturinn. Einhentur kennari sagður misnotað. Já. Þá ertu komin yfir öll eðlileg mörk, þá ertu fann að ofbjóða almenningi. Já. Og það það sem feldi hann á sínum tíma og þá. En einmitt, þetta svolítið kunstugt út af því sérstaklega að tala kannski einhvern lítinn stað. Að ef þú hefur þetta almennt, þá ertu kannski að láta fólk gruna. Ég hef nokkur sem lendi svona mér þar sem ég komin í þessa stöðu að ok, það í raun og veru rangt af mér að nafngreina einstaklingin, en það líka rangt af mér að nafngreina en ekki, því þá svo fáir sem liggjandi grunn, sko. Þetta stórmál. Sko, ég man það var mjög sásökafullt mál í háskólan. Það var lektor sem hafði framleitt amfetamin. Fyrir fósir. Í höndum lögreglunar. Og, sko, menn sögðu þá einhverju fjölmiðla sögðu lektor í háskólan. Það komið 10 manns. Mátt bara velja. Hver það? Einmitt. Sko, hvað máttu í þessu tilviki? Ég held meira ekkert annað að það mátt bara segja Íslendingur. 50. Ef þú ætlar að Einmitt. Ekki þrengja hópinn og ekki benda á einhvern hópmanna. Einmitt. Af því að það það bara beinlega svona. Þú getur ekki sagt, sko, starfsmaður stöða 2 sagði nauðga einhvernum. Ég nefnilega lent í svona þar sem að því ég kannski þetta svolítið ólíkt að vera blaðamaður eða sjónvarpsmaður, því það það kannski viðmælandiðin sem að segja hluti. Já. Og ég nefnilega lent í það þurfa að taka út hluti þar sem að þú til dæmis í einu tilviki var verið að saka eiginmann ráðherra rosa slæma hluti og þeim tíma voru bara 2 konur í ríkisstjórn. Og þá verði ég bara hreinlega klippið út. Þú verður bara að taka þetta út. En þetta sko þess vegna langbest að hafa þessi reglu. Annarkvort bara segir nafnið. Bara Jón Jónsson grunaður þetta, en þú heldur ég alveg rækilega til haga að hann ekki, þetta ekki staðfest og þetta rannsakan, en hann sko, það kom upp þetta dæmi á DF með þegar að Hannes Helgason var myrtur. Þá var handtekinn drengunni sem að setna játaði á sig. Og við á DF ákvæðum, ég var ritstjóri þá, við ákvæðum bara að segja, að búið handtakan, hann búin að vera inn í 4 tíma og ég fekk reyndar, sko, innan úr lögreglunni þá fekk þá heimild að menn teldu yfirgnæfandi líkur á því að hann væri hins ekki, en við sögum fréttina, játaði ást á YouTube grunaður morðið Hafnarfirði og sögum bara nafnið, bara fórum út að það allt koll að gera. Einmitt. Og við fengum, það var búin til Heikvíslanna fór á loft eins og kallað lögmaður, hún með sleppt seinni part dagsins og lögmaður hans, Guðrún Cecilia, stígur fram og segir að við séum mannorðsmorðingjar DF. Alveg rétt, ég man eftir þessu. Fyrir að hafa sagt frá þessu. Og ég, man eftir ég var að keyra út á land og stoppaði í Baulu, sjoppinni. Þá kemur einhver, ég held að þú las í það ekki að þú værir í gæsluvarðhaldi eitthvað. Það ég. Já, grunaði mannorðsmorðingi. En hún semst fer mikinn þessi lögmaður og bara talar það að við séum bara að sverta hennar mann og 40 uppsagnir á blaðinu á áskrift og svo 3 dögum seinna hann handtekinn aftur og játar. Það sem já, það alltaf rétt. Það snerist aldrei það hvort við höfum rétt fyrir okkur að rangt fyrir okkur. Fréttin var þessi.
Maðurinn var á YouTube að játa ást sína á maniska ást á þessari stúlku sem að bjóð svo með hinnu myrta. Við sögum aldrei annað en það að hann hefði verið handtekinn grunaður. Einmitt. En menn bara ákveða það, já, fjölmiðlinn er bara búin að búa til morðingja út í bæ. Blásæklusa mann. En svo kemur það þegar hann aftur er handtekinn. Ég enda vissi það að það myndi gerast. Ég vissi svona nokkurn veginn hvað var á seiði. Það er að segja lögreglan sleppir honum af því þeir eru að ná að trakka niður ákveðna slóð. Þá segja menn þegar hann er handtekinn, já, þeir höfðu þá rétt fyrir sér. Við höfðum alltaf rétt fyrir okkur. Einmitt. Og það sem fólk gleymi kannski er að íslenski fjölmiðlar vilja fullyrða fara ekki út með hluti nema þeir séu talsvert vel staðfestir, sko. Nei. Eins og til dæmis bara, svo ég nefni bara eitt mál, Byrgismálið, að ef fólk hefði haft einhverja hugmynd hvers konar vinna lá þarna baki. Það var svona næstu eins og fyrstu dagana áður en að eitt fórnarlambi kom fram bara og í raun og veru staðfest allt þetta mál. Fyrstu dagana var bara svakalegur hiti á fréttastúðunni og þeim sem voru að fjalla þetta. Nánast eins og það hefði verið bara svona að okkur langar svolítið að taka hann að lífi. Það lá þarna baki bara sko margra mánaða vinna og það voru staplar af gögnum sem staðfestu þetta og síðan kemur þetta allt í ljós og allt er rétt og þá er svona, já, ok, þetta var nú í lagi hjá þeim. En það munaði kannski bara litlu að það hefði verið sendibúðin sem hefði tekið á sig sökina, sko. Já, það er bara þannig. Maður er margótt búin að fara í gegnum það. Fara í gegnum svona árásir fyrir það að hafa fjallað eitthvað ómaglega eða eitthvað. En ég hef alltaf sagt, sko, ég nú sloppið í gegnum hennar fyrir að vera dæmdur fyrir annað en þá bara mörk tjáningafrelsis, ekki sko ég náttúrulega var mest lögsótti ritstjóri á Íslandi, ég var með held ég 11 málsóknir á mér og sýknaður í langflest tilvikum, einn undirréttardómur af því að við höfum farið út fyrir við höfum látið reyna mikið á tjáningafrelsið. Hvernig virkar það? Það bara segir eitthvað sem mátt ekki segja en það er samt alveg rétt. En er það því að það er einhver hatursáróður eða þú veist, hvernig er þetta að brjóta tjáningafrelsið? Eða hvernig er þetta að fara á langt með tjáningafrelsið? Sko, eitt máli er já, við náttúrulega erum bara í svo miklu rugli með þetta, það er eiginlega ekkert hægt að átta sig á því. Eiður Smári fór í máli okkur fyrir eitthvað svona, þá voru við sögðu frá því að hann hefði fengið 500 milljónir út úr Íslandsbanka í gegnum ef það hefði verið svona undirliggjandi kunningsskapur. En þá var það bara að við mættum ekki tjá okkur fjármálas. Já. Hann vann málið undirrétti og við vorum dæmdir, man ekki hvað mikið og þá sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir þessi fleygu orð, þetta er wake-up call fyrir þjóðina, nú skulum við bara drepa DFF, liggur við, sagði það náttúrulega ekki, en þetta er wake-up call, sagði hann. Já. Nú er búið að dæma okkur fyrir það að hafa fjallað þjóðþekktan einstakling sem hafi fengið stort lán út úr banka gegn haldlitlum veðum eða engum veðum. En svo sneri Hæstirétt dómnum. Hitt málið sem að við vorum dæmdi fyrir var lektor, lögreglan rannsakar lektor, sigurplastmáli fræga. Þar voru við dæmdir og það kostaði okkur eitthvað 3-4 milljónir, ef maður rétt. En svo sneri Evrópdómstóll í málinu og sýknaði okkur og gerði meira því að við fengum skaðabætur. Ég og Jón Tristi og Ingi Freyr. En aftur er tekist á tjáningafrelsi. Hvað máttu segja? Þú veist, ekki bara er þetta satt, heldur máttu segja það. Einmitt. Og það geta verið alls konar tilbrigði. Og það mér stundum við vera komið kannski svolítið á þann stað eins og bara talandi þetta einhvern veginn að leyfi ekki einhverjar skoðanir og leyfi ekki einhverjar viðmælendur og þá er eins og bara fólk gleymi því að það er alveg löggjöf sem nær utan um það ef þú værir inn í viðtali og væri bara með hatursáróður, þá er alveg þetta dæmaði fyrir það. Sko. Þannig að það er eins og fólk minnstu við vera fullfljóta að gleyma því hvað tjáningafrelsið er mikilvægt. Það er alveg gríðarlega mikilvægt og í öllum skilningi. Það er líka bara mikilvægt upp og áttir það. Það er miklu betra að heyra í rasistanum heldur en að heyra ekki í honum. Algjörlega. Og þess vegna er nauðsynlegt að kortleikja hann. Hvar finnst þér síðan er þessi línorðin svolítið þunn þegar maður er komin allt í hennu með eða svona, hún er orðin öðruvísi þegar eru konur í samfélagsmiðlar. Því þá er allt í hennu kannski komið upp, það er eitthvað fjölmiðill sem segir eitthvað mál, svo er bara Pétur og Páll út í bæ farin að nafngreina. Og þá er spurningin á fjölmiðillin þá að
nafngreina út af því það búið að vera nafngreina og það kannski búið að deila því og það eru mörg þúsund manns búin að sjá það á Facebook. Þetta verður svolítið að því þú sagðir á þann að Facebook væri fjölmiðl sem 20.000 væru að skrifa á eins og Íslandi. En samt gerum við aðrar kröfur til svona hefðbundina fjölmiðla heldur en... Jú, það er ennþá þannig að sko, menn segja, já, ég skrifa þetta á Facebook en ég vildi ekki að þetta er frétt. Einmitt. Sko, en ef þú ert búin að skrifa eitthvað ombelega inn á Facebook síðu, eitthvað sem er mjög bitastætt og á erindi við fólk, þetta er bara ombert og ég held að það er búið að skrítið ef að fjölmiðla og þurfum byggðum leyfi til að birta það í raun. Einu kannski undardækningarnar sem ég myndi segja væri ef að einhver einstaklingur teldi sig búin að verða mjög fyrir barðin og umfjöllun hjá ákveðnum fjölmiðli og hann væri að svara fyrir sig á Facebook og myndi segja að þetta er ekki til birtingar vegna þess að hann teldi að þessi fjölmiðl myndi taka á samhengið eitthvað slíkt. Jú, en er þetta alltaf sko, í sjálfu sér eru menn bara, þetta er bara diskuterað og þú ert stöðuð í því eins og á mannlíf þá við erum stöðuð í því að bara við þetta, ætlum við að birta þetta, ætlum við ekki að birta þetta, er þetta frétt, er þetta ekki frétt? En svona til gamans þá er það ein gullvægasta reglan fréttamat er þessi. Það er frétt ef að það er ekki frétt að hundur bítur mann eða það er frétt að maður bítur hund. Akkurat. Þannig að þetta er svona hvað er frétt og alltaf gaman að húrrast alltaf inn einhver netur, er þetta frétt? Er þetta frétt? Já, klassísk, sko. En það er svolítið kannski orðið líka í blaðamennskunni að því bara blaðamenn eru í þeirri stöðu að þurfa að vera pródúsera mikið á hverjum degi að þá er dálítið mikið verið að nota einmitt samfélagsmiðla og gera fréttir úr því. Já. Er ekki stærri hluta svona fréttum í nútímanum sem eru að einhver sagði eitthvað og svo segir þess eitthvað á móti. Hann segir, hún segir. Hann segir, hún segir versus það sé verið að gera sjálfstæða fréttir. Jú, það tekur bara miklu lengri tíma, sko. Já, þú hefur bara ekki, sko, af því að við fjölmiðlar eru svo fjársveltir, þá hefur ekki peningin í að halda mönnum eins og tökum bara dæmi með mikið fyrirmyndar koncept sem er Kveikur, þar er bara 60 manns eða hvað er á launum við að búa til eða vinna að rannsóknarblaði, sko. Venjulegir fjölmiðlar hafa bara ekki efna á þessu, þú ert bara sveltur, þú ert í baráttu við rúf sem að gnæfir yfir öllu, sogar allt til sín og það sitja henni sveltandi en það þú talaði það hér að margir fjölmiðlar eru, langt flesti fjölmiðlar eru í tapi. Undantekningin er kannski stundin sem hefur verið svona lafa réttum megi við en er ekkert að græða en er peninga, þetta er bara að halda upp í vinnu fyrir fólki. Það eru náttúrulega kannski jákvæða við nútíman með þessi svona minni fjölmiðlar, þessi stundin, kjarnin, podcast og annað að þú þarft ekki að mikla yfirbyggingu. Nei, en þú þarft náttúrulega ekki að búa til peninga, sko. Jú. Að því að þú ert að halda mönnum á launum við að vinna þessi störf. Jú. Þetta er ekki eins og fréttarittarinn og flattir í Galanda sem maður hafði efna og safna bara ávísunum í póka. Þú þarft að geta að lifa. Og blaðamenn þurfa að geta að lifa eins og allir aðrir. Og það er algjör lífsnauðsyn fyrir samfélagi. Og það er það sem hefur verið gagnrýnt eins og Lilja Alfreðsdóttir hefur verið með styrki. Kom með þessa styrkjahugmynd og hefur útfært hana eða lendavísu svona upp á skeri með hana af því að nú er ég út á túni, hvaða styrkjahugmynd er það? Fjölmiðlastyrkirnir sem sko 500 milljónir á ári held ég að fara inn í fjölmiðlana og svo var að enda þetta þannig að litlu fjölmiðlarnir fengu minna heldur en lagt þar upp með uppalega heldur áttu þessi stóru Morgunblaðið sem er búið að tapa milljörðum ofan, Fréttablaðið sem hefur verið í himinháu tapi líka, þeir áttu að fá mest. Þannig fyrir að reyna nú svona að drefa þessu svolítið og leifa. En er þetta ekki einhvern veginn svona innbyggð skekkja í öllu eins og þegar það farið í hlutabótaleiðina þá eru það stærstu fyrirtækin sem er að nýta hana mest og það er alltaf því stærra apparat sem úr með, því fleiri lögfræðing og endurskoðendur ertu með í vinnu og því auðveldar er fyrir þið að nýta þér allar glöfur og reglur og allt þetta, sko. Já, það er, og svo kemur þrýstingurinn, sko, að við viljum meira og hver getur öskra hæst? Jú, Mókin getur öskra. Ég nefndi þetta nú við Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma þegar hún var menntamálaráðherra. Ég myndi vilja taka upp annars konar styrkjakerfi, kannski kannski er ég ekki alveg hlutlaus, að því ég verið svona lóner, að það er að það verið tekin upp svona samskonar eins og listamannalaun, að það verið bara einstakir fjölmiðlamenn
geti bara fengið laun í x marga mánuði gegn því að þeir síni, ég ætla að fjalla þetta mál og ég ætla að skila blaðagreinum, ég ætla að skila sjónvarpsefni, skilurðu? Frábær hugmynd. Já, mér finnst það og mér hefur fundist það lengi, sko. Hvers vegna þetta er samfélagslega mikilvægt? Heldur að sé ekki mikilvægt að menn eins og Jóhannes Káir algjörlega, sko. Fáið þrifist, þú veist, og þú eftir Bubba Mortens, listamannalaun, jú, fínt. Hann er að búa til lög og hann hljómar vel og allt þetta en svo ertu með sko mannskap sem getur alveg tekið á samfélagsmeinum alltaf. Ég hugsa bara hvað er þetta að gera fyrir 500 milljónir ef að þetta færi til einstaklinga sem eru drífund og duglegir í að gera fjölmiðlaefni? Rosalega mikið, sko. Ég styð alveg þessa hugmyndina, ég held að þetta væri alveg fínt. Já. Þá kemur maður aftur að síðan að hver á að velja hverju fór styrkina, það er alltaf klassíst. Svo er það þetta. Alltaf klassíst. Þá kemur náttúrulega, er hættið að klíkan kom upp, bara eins og með listamannalaunin og eins og með allt þetta. Það er aldrei hægt að finna fullkomi kerfi, sko. Nei, en þetta er... En mér er svona ekki þannig að hugsa með að vera að nota ríkispenning, að þá er alltaf hvernig geti nýtt peningin sem mest í hann skilir sér sem mest í efnið. Ef ég er að setja hann pening í stórar fjölmiðla einingar, þá er hann að fara í rekstur á húsinu. Hann er að fara í yfirbygginguna, sko. Og þess vegna hefur mér fundist eins og með RÚV að ég sjaldan og ég er kannski sammála einhverjum mjög hægri sinnuðum einstaklingum væri hægt að minnka stofnunina þannig að sem mesta peningunum fari bara í efnið. Jú, og þetta RÚV ætti náttúrulega ekki að vera afmarkað. Þetta Rás 1, þetta hefur menningarlega þýðingu, sjónvarpið einhverju marki, en svo er þetta Dominos stóð þarna á Rás 2 hringi inn og það hefur verið að lauminn fyrirtækjum að... Já, og nefnir þessum að sjónvarpið, það er til dæmis Kveikur mjög gott dæmi það sem manni finnst kannski að RÚV eigi að vera eða peningunum sínum í, skilur. Já. Þú veist, í mörg ár var RÚV ekki með einn fréttaskýringa þátt á dagskrá. Nei, og þá ertu líka að koma með það að í raun og veru þarna eru ríkistertir fjölmiðlamenn og það verður að segja eins og með Kveik, þarna hefur valist gott fólk inn og sem er þá á launum hjá ríkinu. Það er engin leið að finna nokkuð fjárhagslegan grundvöll fyrir Kveik. Nei. Hann er ekki til. Nei. Þetta verður bara að koma frá ríkinu. Einmitt. Þannig að þetta er fyrirmyndarapparat að þýleitinu til, en hitt finnst mér bara að vera góð hugmynd að samfélagi svona, að sé einhverjir hreinsitæknar á launum við að uppræta spillingu eða varpa ljós á hana. Þetta er allavega pæling. Settum hana að nút. Hvað segirðu? Hún er bara komin að nút. En að því við erum að tala um Kveik, hvað finnst þér svona, að því það er síðan svona, að því þú er búin að vera svo lengi í fjölmiðlum, það er svona smá kveður svolítið við nýjan tón með því sem Samherji að gera. Að búa sér til sitt eigið fjölmiðlaefni, það er einhvern veginn svona, ég man ekki eftir að fyrirtæki á Íslandi hefði prófað þessi vinnubröð áður. Mér finnst að ég verða bara að segja eins og mér finnst það bara fyrirlitlegt, ég held ég verða að segja það. Og ég sé nú þarna, þú sér sko ósóman undir niðri að þessi Jón Óttar Ólafsson rannsakandi sem að eflaust var fallegt barn og eflaust hefur gert eitthvað góða hlut í lífinu, hann er ráðinn af Samherja til að rannsaka og hvað gerir hann terroriserar Helga Seljan, setur fyrir hann sendur hann um einhver hótunar SMS eða hvað það er nú og svo segir Þorsteinn Már, ég vissi ekkert um þetta vissi hann ekkert um þetta erum við að fara að kaupa það? Erum við að kaupa það að maðurinn sem er þétt upp í liðans og á að vinna sko orðspor Samherja eftir að hann hafi ekki vita hvað hann var aðhafast. En þetta er aldrei það sem að er kannski erfitt að viðurkenna, jafnvel allra hörðustu blaðamenn. Það er ekkert gaman að fá eitthvað svona apparat upp á móti sér sem þú veist á endalaust af peningum. Nei. Bara það að ég sé að tala um þetta núna og þú segja, allir reyna að gera eitthvað til þess að niðurlega þátti minn. Skilur, maður þarf að hugsa svona og það er bara rosa óþægilegt. Þetta er þrælsóttin og af því að þeir eiga svo mikið af peningum. En fyrir mér er þetta þannig, ég hef verið svo heppin í gegnum tíðin að við erum aldrei neitt að háðu svona mönnum og ég svo sem það veldi mér miklu vonbrigðum að Þorsteinn Már skuli hegða sig með þessum hætti. Því að einhver leiti beri mikla virðingu fyrir honum. Já. Þú veist, hann stofnaði þetta fyrirtæki með að vissum Þorsteinn Vilhelmsson frendans sem var lykilmaðurinn, stýrstjórinn og svo ræktist hann út eftir átök þeirra frenda en þeir stofnuðu þetta fyrirtæki og það þýðir ekkert annað en að segja bara þetta var mjög flott hjá þeim en þá kemur líka þessi krafa hægi ykkur svo eins og menn
gerið það sem þið kunnið, rekið útgerðin ykkar og gerið það eins og menn. Ekki nota útgerðarpeningana til að reyna að lúskra á einhverjum. Einmitt. Og síðan kemur þessi áhugaverða sem ég veit svo sem ekki hvað sér rétt, en Mikael Torfason vildi meina að það voru svolítið breyting í hruninu, en hann sagði sko, þegar menn voru með nógan pening, var þeim eiginlega alveg sama bara að vera þeir voru nánast bara gantast með forsíðun og DFF. Já, er þú á DFF núna? Og þarna upplifir maður einmitt að Samherji er ekki þannig, sko. Nei, það er ekkert eins og það gangi illa það, sko. Þeir eru bara grimmir. Mjög grimmir, þó það gangi vel, sko. Því maður skilur kannski að koma svona grimmd ef að þú ert að róa lífróður með fyrirtækið þitt og er kannski á leiðin á hausinn og eitthvað svoleið, sko. En svo kaupa menn eins og Þorbjörn Þórðarson sem er svo önnur hlið, einn á okkur sem er komin þarna hinum megin til að spegla eða reyna að bregða einhverjum spegli á Helga Seljan eða þá hjá Kveik til að koma óvarða og það finnst mér líka að vera svona sérstakt. Mjög sérstakt. Ja, sérstakt. Ég þekki Þorbjörn vel og við erum ágætis kunningar en þetta kom mér óvart þegar ég heyrði að því að hann væri komin hann innanborð, sko. Já, bara mjög slemt. Já. En og mjög, allt háttalega bara mjög slemt og við verðum að treysta því að hér sé þetta halda upp í fjölmiðlum sem eru þá heiðarlegir og eru að skoða mála báa. Þannig ef að Samherji til sig hafa einhvern rökstunning fyrir því að Helgi Seljan sé eins og hann er, eins og þeir haldaði fram að sé, gjörspiltur og allt þetta, þá verðum við að treysta því að aðri fjölmiðli geti skannað það. Bæði aðri fjölmiðli geti skannað það og svo erum við náttúrulega líka með réttakerfi, sko. Ef að allt það sem að kom fram í Kveik er bara eitthvað tóm þvæla, þá ætti nú að vera hægt að rekja það, sko. Nei, þeir nota trikki gamla trikki er þetta. Þú ert með stórmál og þú ert með fréttum þetta stóra mál. Það finnst hérna einhvers staðar neðamáls ein villa, ein staðrenda villa, þá taka þér hana, gera hana aðalatri, þeir sem er í skotlínunni. Og það er það sem þeir eru að reyna að gera, þeir eru alltaf að reyna að tala fara frá mútumálunni yfir í eitthvað karfa, verðlækningun á karfanum. Já, er einhvern veginn að maður, sko, ef ég hugsa þetta þannig, ef maður er sakaður eitthvað rosalega slæmt og maður er sannarlega saklaus, þá eru viðbröðum manns ekki að maður fara að festast í einhverjum aukaatriðum. Nei, þá er maður bara í aðalatriðunum að því að maður vil leiðrétta þau, sko. Já, þeir hafa ekki farið þangað, þeir eru annars staðar. Ég vil lána að sé bara í þessum þáttum sem þeir hafa gefið út að þá hefur ekki neitt verið einhvern veginn reynd að hrekja það sem er kannski stærst í þessu, sko. Nei, múturnar. Einmitt, og bara það sem var bara gerast niður í Namibíu og allt þetta, sko. Kannski eru þeir í fullri framleiðslu og eftir að koma fullt af þáttum, ég veit það ekki. Já, þeir hafa ekki fært manni neitt sannin, eina sem að eftirstendur er bara að það er verið að elta Helga og það er verið að gera það með bólabröðum eins og þetta að áritan með SMS-um úr leyninúmerum. Það er það sem að menn er að gera og heilt yfir virðist að vera þannig, en ég skil alveg að þeir reyna rétta hlut sinn og þeir eru bara að nota eðlilega vinnubröð við það. Hvað halda menn að þetta kosti allt saman? Hvað kostar að vera með þessa menn í vinnu, Þorbjörn og Jón Óttar og allt þetta staff í kringum YouTube-miðlið þeirra. Þetta er, þú veist, að því að og þetta er eitthvað aftur, bara því að það er svo gaman þegar maður er að tala við eitthvað sem er búin að vera svona lengi í blaðamennsku eins og þú að ég til dæmis lendi í lífeyrissjóðunum á sínum tíma, að þá þegar ég tek viðtal við Geir Haarde, það sem ég spyr hann bara í beinni útsendingu, ég veit til þess að lífeyrissjóðsmönnum hafa verið mútað, er þú líka með þessar upplýsingar? Og hann kemur fát á hann og svo kemst ég að því að það er hringt í hann korter eftir að þátturinn er búinn frá yfirmanni samtaka íslenskara lífeyrissjóða og hann ringi beint í forsætisráðherra og síðan er bara komin almannatengsla skrifstofa sem sko byrjar að hafa sambandið með mig langan og hrósaði fyrir skúpið og þetta var áhugavert og svo fara þær að hafa rosalega áhuga á mér og þá sem bara já, það er verið að nota almannafé til þess að borga mönnum laun við að reyna að finna eitthvað á mig, sko. Þetta eru rosalega svínsleg vinnubröð, sko. Þetta er leikurinn þeirra, það er að fara í mannin og það hafa ég gert. Ég reyndar hef ekkert lendið, ég hef svona, eins og ég nefndi fyrst, Kristján Ragnarsson ekkert tíðan að reyna að láta reka mig. Í Árna Jónsson-málinu þá vildi Ístak fá mig í vinnu bara beint. Ég væri svo glöggur og ég spurði mannin, býtu hvaða laun ætlaði að borga bara til að taka þetta aðeins lengra. Já, það er bara, þú nefnir bara tölu. Já, ég get bara stíið upp úr fátæktinni á DFF og bara farið á bullandi laun hjá Ístæki. Bara ég
að því ég svo glöggur á málin ykkar. Glöggur? Já, Árni Jónsson náttúrulega tengdist Ístæki, ég var með úttektar og allavega, en ég bara sleit samtalinu á endanum og þakkaði fyrir gott boð. En maður skilur samt alveg fjölmiðla fólk sem bara endar á að taka sér ykkur upplýsingafulltrúastörf og bara fæ nóg að því að vera í þessum mokstri, sko. Jú, en þarna var þetta náttúrulega þannig, við erum miðið Árna Jónsson málinu, Ístæki í hitanum. Gerum mig grein fyrir því, þetta ekki alveg sambarilegt, sko. Og þeir hafði alveg, ég meina, það var alveg 30 milljónar krónar virði fyrir þá bara að ná mér hann yfir og blasta mér svo, sjáu mannin, við erum með hann. Einmitt. Björn Leifsson fór að örvisa þessu, hann bara lagði 10 milljónir í að kaupa sig inn í DFF og... Það er hreinlegra. Já, sagði það bara, en þetta er sko það sem ég hef svona, en ég hef ég oft heyrt það og ég er mjög ánægð með það að þegar að menn að klaga eitthvað undan þeim fjölmiðlum sem ég stýrt þá hafa þess að það þýðir ekki að tala um mig, það verður að fara einhverja aðra leiðir. Já. En það þýðir auðvitað að tala um ef ég sko að gera eitthvað mistök eða ef eitthvað blaðamenn að gera mistök, þá hef ég alveg haft það sem heilaga regla að beðast bara undanbragðalaust afsökunar. Og því að alltaf við gerum öll eitthvað til mistök. Og er það ekki líka ef að maður sem fjölmiðlamaður gerir sannarlega mistök sem eru bara koma sér ofboðslega illa fyrir eitthvað, þá er það beinlínu skildamanns að gefa því bara athygli að maður biðjist afsökunar. Ekki fela því í einhverju neðamálsgrein. Nei, þú átt bara að biðjast afsökunar og vera ekkert að þú veist, það hjálpar þið líka. Eiríkur Jónsson gerir út á það að selja þessar afsökunarbeiðnir sínar. Honum fannst þetta sko, hann gerir sig grein fyrir því að það er mest lesið efni. Já, einmitt. Það er slótt maður. Segja fullt af vitlausum fréttum og biðjast afsökunar og fá pening fyrir það maður. Já, eða selja sko, þú fær respekt fyrir það sko. Einmitt. Ég er ekki að segja hann sé, Eiríkur er nú var nú lengst á akkurat sinni minn og mér finnst hann vera, það er mjög gaman á hann. Og ég verði að gefa honum það einmitt að ég notaði einu svona hans eigin bragð á hann. Það var þegar Bubba, þegar hann mætti í Ísland í dag og lamdi í borðið og segir ég er með teipin, og það vissi allir hann var ekkert með þessi teip sko. Og svo fréttafundi morgunin eftir að þá fæ ég kameramann til að fara áriði í sömu byggingu, bara í kjallaranum, þegar NFS tímabili var. Og ég læt kamerun að rúlla þegar ég lappi inn til hans og segja, þau eru konið til að ná í teipin, og þá var engin teip, og svo byrti ég þetta í kvöldfréttunum og hann hafði nú bara gaman að þessu, sko. Það er gaman að ég að vera feldur á eigin bragði. Já, hann er, sko, hann mörglutina snillingur. Bara hann gat gert svo mikið með lítið. Já. Og þetta gladdi mann oft í morgunsárið þegar ég var á fréttastjóravaktinu og hann var að skrifa eindálkan eða eitthvað. Maður sem fikk hjarta áfall út á Austfjörðum, hver á fyrirsögnum á því, kransaðast í blá köttlugrunni. Bara, þetta er bara lýrik. Þetta er einmitt. Annað þá hann einhverju vandræðum og hann segja, vantar eitthvað fylla bækið. Er ekkert að vera þetta? Ég segi, nei, ekki nema ég, bara alveg drullu syfjaður maður. Og okkur syfjaður. Já, það var svo hvast í nótt að það var jeppi sem stóð þarna bak við húsið mér og alltaf að fara í gang þjóðverðin. Já. Svo komum við sundunum rétt á eftir. Jeppi vakti fólk. Er eitthvað svona manstu eftir einhverjum fyrirsögnum sem standa upp úr? Á þessari leið? Ég ekki endilega á þessari leið, bara yfir höfuð. Man að Mikki talaði Norðurljósins eld. Það var svona hans... Já. Myndin á flugvellinum. Já. Jón Ólafs og Jón Óskar. Það er góð fyrirsögn. Jó, ég svona ég nefndi þetta sko og þessar fyrirsögnur þessi Eirísi, hann náttúrulega var algjör snillingur og er alveg snillingur í því. En ég man nú ekkert svona fljótu bragði eitthvað sem stendur upp úr. Þetta er bara núna ef maður daglega fást við eitthvað. Já. Eins og sko stundur leikum að sér fyrirverandi þingmaður tvíbúndur ég er kórónaveran hvað er það? Ég veit ekki. Fyrirsögn sem ég gerði fyrir þetta. Það er Hjálmar Árnason fyrirverandi þingmaður sem er búin að skrifa barnabók sem heitir Ég er kórónaveran. Og Hjálmar þetta var náttúrulega ekki til að ég er ekkert að meiða hann með því en eitt fyrir hann, ég bara hjálpa hann að selja bókina. Já.
með þessu sko en sniðut hann skuli gera þetta þetta þú þarft að vera fyrirsögnin eitthvað sem þú þarft að hugsa vel já, mjög vel þannig ekki í þessu smellu samfélagi sem núna ákveðið, maður þarf að ná að hakka þennan leik til þess að þetta hérna stundu flóki hvað selur sko já, og bara, já ég man nú ekki talandi Eirík Jónsson, ég var að gera svolítið grín á hann fekk COVID svo, og skrifaði hann ég er COVID-sjúkling, nei, ég heiti Eirík Jónsson ég er með COVID sniðut, þetta selur sko en hann skrifaði mjög umdelda fyrirsögn það var þegar eyðni umræðan var sem mest og allir voru hræddir við þá sem að voru með eða alnæmi, bara þú máttir ekki þá skrifaði hann þess að frétt sem að alblóður eyðni sjúklingur braust inn á barnaheimili og ég færi þetta inn í nútíman og með Eirík kósveitur, COVID-sjúklingur eitthvað en Eiríkur þetta var það sem að sko á þess að við ætlum að tala mikið meira það en Eiríkur var áttað til að fara langt sko og Mikael fekk að kenna á því tevatni Eiríkur átti þess að fyrir sig einendur kennari en stundum var þetta bara tær snilldar hjá honum og oftar en ekki í lokin svona að því þú ert komin núna aftur inn á mannlíf sérðu fyrir þér sko þessi baktería sem þú talar á hann og þú maður kannski reyna að draga úr streitunni og vinna kannski aðeins minna sérðu fyrir þér þú verður í einhvers konar blaðamennsku bara það sem eftir Nei, ég að vona að finnist mótefni við þessari veru Nei, ekki fínt að þessa veru ég sko let bara mannlíf þetta mjög fínt þetta er ég er með fínan útgefanda og við ég með góða blaðamenn gott fólk að vinna með mér þetta er svona svanasöngurinn minn held ég sko í þessu ég hef alveg nóg að gera í bókum ég þarf ekkert að vera í þessu ég ger þetta af því þetta er gaman af því þetta er stemming en ég gæti alveg verið í fullri vinnu við að skrifa ég er með 3 bækur í tölvunni og miðar ekki mjög hratt með að maður í þessu djópi En þið finnst gaman að skrifa bækur? Já, svo bara maður alltaf, þetta er náttúrulega þessi eilífa hringrás mér finnst gaman að vera á svona fjölmiðli eins og mannlífi af því að við erum að gera svipa og við vorum að gera DF í Kanada svo finnst mér náttúrulega ég hef náttúrulega ákveðna ég er náttúrulega með þessi gönguhópa og vinn við það líka það finnst mér óbáslega gaman og svo finnst mér alls skemmtilegast að geta saman þetta með þessu námskeið sem ég var að segja þá fer ég með tekið 20 manns, teka á námskeið á Norðurfjörðaströndum þar sem ég hef verið undanfarið sömu sem skálavörður þá verður bara með lítinn skóla þar 8 daga námskeið eða eitthvað og gjörði svo vel nú ætlum ég að kenna ykkur það sem ég lærði í Kanada hérna er ljósmyndarinn, hann kennir ykkur að finna mómentin og hérna er skáldið sem ætlar að kenna ykkur fagafræðina sem að vissuleyti sko alveg óháði hvort þú ætlar eitthvað að fara að vinna sem blaðamaður í nútímanum allir orðnir fjölmiðlamenn með sína eigin samfélagsmiðla og þá gott að kunna taka mynd það gott að kunna skrifa texta Nákvæmlega. Og jafnvel knappan texta og líka fagafræði þannig að þetta er mjög praktískt þannig að sko ég treysti því bara að hann mæti fullt af fólki hjá mér á námskeið því að þetta er náttúrulega lífið er svo kaflaskipt það að segja að það er farastjórinn og tíma var ég bara farastjóri og skrifa bækur með eitthvað sliðis nú fjölmiðlarnir og ná að saman þetta í svona því að það sem ég gerir við hann hóp það, svo fer ég með upp á fossunum, þessum fallegu fossum á ströndum og verkefni er þetta, þú ert að taka myndir á leiðinni, þú ert að lýsa þessi í 400 orðum upplifiðinni hvað sástu, hvernig sló þetta þig og læra tjáninguna og sama með fjallgöngu, þú fer í fjallgöngu þú kennir fólki undirstöðatriðin í að svona bara hverju átt að passa á, hvernig átt að hugsa þetta hvernig átt að gera þetta og svo þú kemur niður, skrifaði þetta 400 orð gönguna eina á Kalvatindi eða hvert þú fóst og það verður svona, þetta verður náttúrulega kynnt bara í ferðafélagið með bækling sem fyrir hvert hús í byrjun ás og þá er þetta bara kynnt þar og ég er svona, þetta var hugmynd Páls framkvæmdastjóra Guðmundssonar hann var búin að tala um þetta í mörg ára ég
taka þetta saman í svona, vera með þessi nástið, nýta valgistæði sem að ferðafélagið á og þetta er það sem ég finnst spennandi núna. Kekjað. Gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að fá að koma. Takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.